sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru kattbræður sem að heilsa ykkur eins og svo ofta áður. Jú. Það er dagskrá. Já, svolítið síðan við duttum í 3 stafa tölu. Nú erum við bara farin að horfa í það 4. Já, segðu. En sko, maður einhvern veginn kemst ekki hjá því að horfa farin veg. Við erum bara með risa þátt í kvöld og búið að vera mikið, ég vil ekki segja bara völlur á okkur í aðdraganda þessara stóru kosninga. Heldur betur. Allt í einu fórum úr því að vera með 1 þátt, reyndar haft 1 þátt einu sinni í viku, en núna erum við að taka einhverja 11 í mánuðinum og hérna... Í þágu þjóðar. Í þágu þjóðar, en í dag erum við aðeins að, ég segi nú kannski ekki venda hvað okkur er kross, en við erum að taka atvinnulífið og við erum með enga smá kanonu, því til okkar er mættur Hilmar Veigar Pétursson. Hilmar nam tölvunarfræði við Háskóla Íslands og útskrifaðist þaðan árið 97. Árið áður hófum störf hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Ós, þar skapaði hann sér nafn sem sérfræðingur á sviði sýndarveruleika og árið 2000 gengur hann til liðs við CCP Games áður, og gegnir veigumiklu starfi í þróun leiksins EVE Online sem leit dagsins ljós árið 2003. Hilmar tók við forstjórastólunum í janúar 2024 og hefur setið í honum allar götur síðan. EVE hefur á þessum rúmu 2 áratugum vaxið hressilega og dafnað einnig. Hilmar einnig stór eigandi í Fenris Creations eins og það heitir í dag sem að, það eru yfir 350 starfsmenn frá yfir 40 mismunandi löndum og þeir starfi á 3 stöðum og meira en 5 leikir í gangi, en fyrst og fremst verðstu hjartalega velkomin. Já, þakka þér fyrir, því líka yfirferð. Já, þetta er engin smáferð. Viðtalið bara búið. Já. Hvernig leikur á þér, Hilmar? Bara mjög vel. Ekki? Já, bara gott veður á Íslandi, það toppar þetta ekkert. Nei, sko, bara svona almennt, hvernig hefur sumari verið og við erum alltaf eftir að aðeins að vera Evrópumálin, en svona, hvernig hefur fundist sumari og Evrópumræðan svona heilt yfir, bara svona mjög hort yfir þyrlu? Já, sko, mitt sumar var nú 3 vikur í Japan. Já. Og það er nú mikið í gangi þar. Japan náttúrulega bara að öllu leiti mjög undarlegt land og ennþá skrýtnara nú á dögum og alls konar svona skemmtilega hreyfingar þar sem að kannski einhverju leiti spekla eitthvað hér en líka bara ekki. Og svo erum við komin hérna seinnipartin öll fjölskyldan og það búið að vera mjög fínt veður, það toppar það ekkert, maður alltaf var að koma þarna frá Japan þar sem að var 35 steg hitti og mjög rakt, yfir í London þar sem var 38 steg hitti og mjög rakt og koma í 12 gráður til Íslands út úr leifstöðu, þeir bara frábær tilfinning. Það er draumurinn. Já, mjög gott, það er gott að liggur vel á þau sko. Mér langar að fara strax bara í kjötið því að þú líkur námið þarna rétt fyrir aldamót og sko, þetta er merkilegu tími, mér langar að horfa þetta út frá þeim vinkli að sérstaklega núna sko, menn að velta því fyrir sér þegar hvaða bransi og tækni að þróast hraðast á hverjum tíma, það eru ýmsu störf í dag að taka miklum breytingum með tilkomu gervigreindarinnar og einhver bara hreinlega í hættu, en sko þegar þú ert að útskrifast af bankakerfi í Íslandi að taka miklum breytingum og við erum að sjá einkafjárfestingu umbreyta bankastarfseminni með tilrændu fjöru og látum, en á sama tíma eru tæknifyrirtæki að njóta gríðarlegs fjármagns með tilkomu internetsins og möguleikunum sem menn sáu fyrir sér í kjölfarið. .com-bólan er hæstu hafðum þarna fyrir aldamót og springur síðan árið 2000 þarna, þar sem að þú er væntanlega verið í hringiðunni á þessum heimi. Af hverju valdur tölvunarfræðina og ef við spyrðum bara opið, hvernig voru þessi tímar? Já, af hverju valdi ég tölvunarfræðina? Það er nú alveg mála að fara við það, sko. Ég var nú alltaf eitthvað að baksa við tölvur. Einhvern tímann var ég að bera út mokkan til að safna mig fyrir Sinclair Spectrum. Var að gera það í Garðabænum, það er góð útgerð að bera út mokkan í Garðabænum á þessum árum, þannig að það tók mig þarna 1 sumar að safna mér 6.450 krónur og fara í næsta bæjarfélag, kaupfélag Hafnarfjarðar og kaupa Sinclair Spectrum og ég bara ennþá veit ekki af hverju, ég hef aldrei séð tölvu, þekkt engan sem átti tölvu, svo bara mynda þessu fyrir bara í dagblaðauglýsingu held ég og ég bara þurfti að eignast svona tölvu. Og þarna sitt ég 9 ára, kann ekki ensku, foreldrar mínir kann ekki ensku, einhverju orðabók, ringi bróðanars pappa sem er rafvirki, við finnum hvernig við tengjum tölvuna í sjónvarpið og svo bara byrja að stempla á gúmítakana. Og ég bara skil ekki, hvaðan þessi hugmynd kemur og af hverju ég var að gera þetta. En svo er ég bara eitthvað að pikka á tölvur, alveg bara lónadón, búið til einhverja leiki og eitthvað að garra í þessu. Og þegar kom að ég að fara í háskóla,
þá var þetta svona að ég fara í líffræði, að ég fara í efnafræði, að ég fara í tölvunafræði. Og ég man svona alveg, sko, já, ég var í líffræðingur og svona stífvélum ykkur stór út í mýri að telja pöttur. Alveg bara hljómaði, bara vel spennandi, sko. Já, fyrir eftir eitthvað þú spyrir kannski. Já, bara mikil útivist og allt það og svo væri maður eitthvað að títra og tilraunastofu í efnafræðinni. En ég bara gat ekki séð fyrir mér hvað maður myndi gera ef maður fer í tölvunafræði. Og þetta er einhver svona saga skortur á fyrirmyndum og einhverju svoleiði, sko. En einhverju rælni fer ég í tölvunafræði og alveg vera hérna fyrst bara 1 ár að læra alveg bara rosa mikið að starffræði og allir þessu og ennþá skil ég ekki neitt, sko. Hvað myndi maður vera að gera við þetta? En svo gerist það ég fer á internetið þarna, eitthvað það var svona Unix-kerfi þarna upp í háskóla, senda tölvupóst, var náttúrulega partur á náminu og svo þarna Mosaic að koma og vorum á einhverjum svona Sunspark vinnustöðum að fara á CIA Factbook og vita hvað margir heim í Peru og eitthvað svona. Fyrir yngri hlustendur, internetið var dálítið sérkennilegt dæmið þannig. Mjög sérkennilegt og og það var til dæmis náttúrulega Yahoo verður þarna til, þetta er áður en verður til Google og allt það dót og það var einmitt Atli Þorbjörnsson sem var félagið minn núna með búnaðarfyrirtæki og var með mér þarna. Hann sá sko rap-sectionið á Yahoo, sko bara Yahoo Worldwide. Okay. Var bara Atli að sjá rap-sectionið. Bara svona til að setja hvað þetta er snemma í tímalínu, bara einhver Íslendingur að sjá allt rap og Yahoo. Og það var bara gert handvirkt, bara grafa upp einhverja senur á einhverjum afkýmum internetsins og skráða þær á Yahoo. Úr tölvuveri upp í reiknistofu háskólana. Veist, það voru ekki gátuspjöld, sko. Ég er ekki það gammal, sko. En svo, leið maður sá internetið, þá einhvern veginn bara mind blown, sko. Maður var að sjá ýmislegt fyrir sér þar, sko. Já. Og þá var nú einhvern tímann, var ég dregin af félagum mínum, honum Haraldi Darra, sem að kom einhvern tímann, hann kom svona flóttalegur eitthvað svona að kíkja inn í tölvuverið og sá mig, já, Hilmar, þú ert að koma að vinna upp í Ós. Og ég bara, hvað meinarðu? Já, ég þarf eiginlega að hætta þar til að klára námið og það vantar eitthvað eins og þig. Og ég bara ég er ekkert að fara að vinna í Ós. Það var eitthvað svaka svona bara snillingar og eitthvað svaka svona PR-star sem ég hjá Ós það. Ég sá mig ekkert fyrir sem eitthvað svakalega snilling. En svo rælist ég inn upp í Ós og starfsmannafund. Þar stekkur á mig framkvæmdastjórinn. Já, þú Hilmar. Þú ert að taka við honum herra. Kannski. Já, hvernig getur þú byrjað? Svo bara mánudum eftir var ég byrjaður að vinna í Ós og hafi nú ákveðið að vera kerfistjóri í Ós í staðan fyrir að vera forrita strax. Sá það fyrir mér sem svona minna álag og kannski gæti ég klára skólan. En veist þá bara mánudagurinn hann satt þarna sem var í þínu jobbi og bara velkomin. Passvörðin eru það einhvers staðar og nú ætlum við að innleiða Lotus Notes. Já. Þannig að ég er eitthvað að bardúsa við það og klára skólan að leið út ég maður ekki hvað og sem margar skrifstofur út alla hérðir. Innleiða eitthvað á einhverju risakerfi. Það er einhvern veginn bara bjargaðist þú. Þannig byrjaði það. En við erum með Hilmar fyrir þig happatreyju í boði happatreyja. Já, heyrðu, sko. Hvað vonar að sé það? Sko, þetta myndum við í tölvuleikjum kalla lootbox. Já. Og að veist, er vantalega einhver probability distribution, sko, sem er ekki gefin út. Nei. Og Þú hrifin að þessu ekki? Sko, ég er nú bara hrifin af frelsinu til að fá að gera svona, en Evrópusamtið er það ekki. Lootboxes er eitthvað sem að þau eru ekki sátt við. Þannig að ég held, sko... Ætlar Evrópusambandið núna að taka frá okkur lootboxin líka? Sko, það er uppi tölur það. Þannig að mögulega, sko, ég ætla ekki að segja þetta sé síðasta happatreyjan. En veist, einar þeim síðustu. Í þessum pakka gæti verið, sko, bann á þessu. Það West Bromwich Albion. Upp á pakkanum kom engin pakki framar. Já, það gæti verið, sko. Ég ætla nú, don't quote me on it, sko. En þetta er lootbox og Evrópusamtið er ekki sátt.
En Ég á Vestbrom var þessa það treyju. heillin. Þessi er góð, já, Já. þessi er frábær. Já, West Bromwich hvað Albion. hvað erum við að tala um ef við myndum taka líkindin á því að ég hef fengið þetta? Er það með dreifinguna? Það er svona minn en Þrjár prósent. Nei, deildir. já, þetta er svona 2-3% kannski. Já, já, ef það, já. Já, ok. Og sko, samt er Vestbromwich í efstu dild nú allir og bara fá frá þeim. Er í Championship, já. Er í Championship, já. Já, ok. Bara upp á, að ég veit ekki hvernig ég gerir þetta hjá, hvort þið séu með lootbox, eru þið eitthvað, það er væntanlega efsta deildin sem að er sjálfgefri, við erum ekki að rekna það inn í jöfnuna eins og Nei, ok. Hvað gerði Ós á þessum tíma? Þegar, sko, fyrir mér er Ós bara eitthvað svona, ég veit að það var risastórt tæknifyrirtæki, en ég veit ekkert hvað það gerði í raun og veru, sko. Sko, Ós var að búa til það sem að var á einhverju tímpúli núna kallað The Metaverse, þegar Mark Zuckerberg kaupir hérna Oculus og ætlar að gera sýndarveruleika að sínu næsta giggi og gera The Metaverse. Það var hann að vísa í sko, bók eftir Neil Stephenson sem kemur út hérna 92 sem heitir Snow Crash og þar lýsir hann The Metaverse. Og það er búið að vera draumur allra sem koma nálægt einhverju svona útgerð að láta hann gerast eins og Metaversin er lýst í bókinni. En svona útgáfan sem vorum að gera upp í Ós var sko, já nú er búið að gera hérna tvívíða internetið og nú ætlum við að gera þrívíða internetið. Og þá þar VFRML sem að stendur fyrir Virtual Reality Modeling Language og það átt að taka við HTML sem var Hypertext hérna, Language og það var bara pælingin. Við ætlum bara að gera þrívíðan internetið og Ós var bara mjög framalega hvað þetta var það. Og það var kannski ekki mikil eftirspurn eftir þessu. Það var svona 50 árum og snemma. Hórum bara raunhaft á það, sko. En það er nú oft hannig í þessum tækni búnaði, sko. Það er erfitt að tímasetja þetta. Við erum núna, sko, lifið upp ykkur að gerfugrindabrólu og ég meina, það var Helga Vóge var hérna hjá Ós. Hún var ég held ég með doktorspróf í gerfugreind. Við vorum að innleiða gerfugreind inn í chatbot, inn í Ós Virtual og mér þótti alltaf merkilegt sá chatbot fekk ástarbréf og bara tilbúið til giftinga, bara sendt í pósti niður í Ost og Smjörsölu þar sem að Óskrifstofan var og þarna vorum við bara að gera gerfugreind sko. Það er alveg spurning sko hvort var undan eða eftir sko gerfugreindin eða sýndarveruleikin. Núna er gerfugreindin aðeins á undan. Já. En veist, þetta er bara oft svona, oft er þetta svona, það sem er erfiðast í þessari útgerð oft bara tímasetningin. Og samt líka sko umfang þess verkefni sem að Ós var að fást við þetta lýsi svolítið metnaðurum sem að var í gangi, menn voru ekkert að ráðast á garðina sem er legstur sem að kannski kemur okkur að EVE Online, þú flytur set þangað, sko þetta er gríðarlega vinsæll tölvuleikur, íslenskur tölvuleikur sem að við höfum geta hreikt og státa okkur af sem Íslendingar og þetta hefur þú unnið mikið þrekvirki og ég veit ekki hvort það séu fleiri leikir í heiminum, kannski World of Warcraft sem að hafa lifað svona lengi, samfellt og eru ennþá, já ég vil segja relevant í dag, það er ekki slett svona, en þú gætir sagt okkur hvað þú ert fengið til að gera þarna aldamótin og síðan líka í kjölfarið bara hvað þessi stjörnustrísleikur með þetta flókna hagkerfi út á hvað hann gengur kannski í dálítið löngu máli ef að ég má biðja það. Já, sko þetta er nú svona sko, fólk er að færa sig frá Ós yfir til CCP í einhverjum svona óskipulegðum flutningum yfir eitthvað tímabil. Það er sko, CCP er stofnað sem loki markmiðlun 97 á Íslandi og gefur fyrst út hættuspilið. Já. Og ansi góð saga bara svona bootstrap kapital að fyrst gefa út hættuspil til að fjármagna EVE Online. Og við erum svona færast einn af öðrum svona voru ykkur svona ég segi ekki beint kjarnateimi, þetta var svona cherrypickað. Það var alltaf svona smá stemming að gera tölvuleik með Ós í rauninni brásarnum sem heit Ós Virtual og það var mikið verið að koma upp með svona aðferði til að gera þetta meira eins og leikið voru svona að komast á netið á þessum tíma, Ultima Online kemur 98 og
og veist Doom og Unreal og þetta svona verða meira networkað og það var svona sá allir fyrir sér náttúrulega aftur í þessari metaverse pælingu sko, þetta er meira eins og leikir frekar heldur en eitthvað svona browser sem að kannski svona vefsíður urðu að þannig að og af því við vorum búin að reyna að gera þetta upp í HOS sem svona mjög almenn lausn á öllum mögulegum sko use caseum og tölvuleiki bara eitt partur að það var mörgu leiti varða svona frelsandi að fara bara og gera tölvuleik og það bara einfaldaði rosa mikið viðskiptamódelið, bara leikurinn í áskrift eins og Ultima Online og aðra slíka setta ákveðin fókus á þetta. Og svo ákveðu að gera gameleik að því að oft á tíðum þegar svona ný tækni kemur þá gera menn gameleiki að því að það er ekkert út í geimnum, það er rosa erfitt að gera gras og skóa og helli og fjöll og fyrnindi en út í geimnum er bara ekkert, það er ódýrt að búa það til og vissulega ykkur plánetur og sólur og eitthvað svona en mikið bara verið að vinna með tómið og þannig að við sáum fyrir okkur sko að tiltölulega lítið teimi gæti gert alveg stóran gameleik sérstaklega bara myndu nota tölvur til þess að búa til kortið og allt sem er í leiknum og þar gerðu við að mörgu leiti með svona sem að sletti generative algoritma það var ekki sko generative AI en þetta var svona generative procedural system sem að Kjartan Pér setur saman til að í rauninni bara íta og taka og svo verður bara Big Bang og heimur Eve verður til þannig að ég var fenginn þarna inn sko snemma 2000 til að vera tæknistjóri CCP og ég búið að skýra það CCP þannig í lok 99 einmitt Fenris á milli hann kemur nú það nafn Fenris var logoið á fyrsta pröntuna hættspilinu já, ég kem enda á sem tæknistjóri og nú eitthvað svona að fara yfir þetta með mannskapnum sem fyrir var sem þekkti nú til að alla þarna og bara já það var bara alla að spila sama leikin það er nú líklega ekki hægt en gerum það samt já. Og það hefur bara engin leikið það eftir Eve Online var að slá sitt eigið heimsmet í 3. eða 4. skipti núna í apríl það verður segjast 10.042 í sama gamebardaganum þannig að í einu allir að skjóta alla ef þið spilið ykkur leiki meira verið í skákinni í skákinni, bara, já, ok, það eru 2 í einu myndið ykkur 10.042 allir já, það er einmitt orðið sem allir segja það trúið sem enginn, næsti leikur er kannski með 100 manns en í byrjun var þetta þannig í alvörunni? Já, í alvörunni í byrjun var þetta þannig semst að afsaka fáfræði mína var þetta þannig að þú varst að spila mútið öðrum online spilurum eða varstu bara að spila í tölvunni, eða við tölvuna þú varst alltaf að í rauninni bara lokka þig inn í Sandbox bara eins og verður að lokka þig inn í The Matrix og þar eru bara allir og það er allir að spila sama leikin alltaf það eru semst engir serverar þú ert ekki að velja þér eitthvað svoleiðis þú ert ekki að fara inn í session eða eitthvað mats það er bara heimur, hann bara lifir því sem næsta eilifu og það verður 23 ár núna og þar eru bara hvað er þetta komið upp í svona 20 miljón manns sem hafa spilað leikinn yfir þessi 23 ár og það er bara alltaf eitthvað að gerast alltaf eitthvað, fyrst og veist drama Já, og þegar maður að byrja á svona vegferð þetta var ókipis fyrstum sinni eða hvað? Nei, sko fyrst þurftur að kaupa kassa út í búð Kassa út í búð, Já, með geisladiski og þú þurftur bara að setja hann í tölvuna þína og hlaða hann niður inn á tölvuna þína og við hefum gert samning við sko amerískt fyrirtæki Simon & Schuster sem er ennþá til, fyrst og fremst bókaútgáfa en þeir voru með leikjaútgáfu deild og við hefum gert díl við þá og þeir leta okkur fá smá pening annað þriðaskipti sem að fyrirtæki hennast ekki allt róta þá var eitthvað svona árangursgreiðsla frá þeim sem ég held okkur á floti margar líkilega sögur úr öllu því hafaríu sko en allavega þá voru við mót sko samningu þá og þá voru bara prentu box settir geisladiskar í það þú þurftir að fara út í búð, kaupa diskinn setja hann í tölvuna skrá kortanúmerið þitt og þá gastu fengið 1 mánuð frían að því þú keyptir kassan og svo varstu í áskrift fyrst var hún $12 á mánuði og
ég man nú skemmtileg saga sko eitthvað tímann þegar við vorum að gefa út leikinn bara á deginum sem við gáum hann út þá vorum við búin að hafa einmitt ókeypis prófun og það var alveg 160.000 mann sem voru búin að taka þá út í ókeypis prófuninni þar sem að það var alveg að downloada leiknum sko, interneti var ekki það slæmt en þetta var svona viðskiptamódelið á þessum tíma og en þú þurftir eiga kassan þegar þetta byrjaði við man einhvern tímann ég búin að slökkva á beta-test-servernum sem voru bara rjúkandi rústir eftir allt rugli sem þar gekk á sko og búin að kveikja á sko útgáfu dótinu sem var nú bara einhverja stillingar á einhverju stórkostlegu munur en svo kemur enginn inn bara einhver einn inn, einhverju tveir inn svo allt í hennu er einhver að labba niður Laugaveginn og það biðröð fyrir utan skífuna á Laugaveginum og bara íslenski rífspilar í biðrun fyrir utan skífuna bíða eftir hún opni til að kaupa kassan, til að fara með hann heim til að byrja leikinn og ég var aðeins neður á klappastingnum að bíða eftir þeim þetta var svo fáránlegt konsept að já ok, það bara fólk út í búð í biðröð að kaupa kassan en við hættum nú þessu árið seinna það var nú partur af einhverju pivotinu hjá okkur, þá náðum við að kaupa útgáfuréttin tilbaka. Þannig verður samt áttaði nokkuð fljótt að þið varu með eitthvað í höndunum? Sko, já, ég held að sko, við held ég áttaðum okkur sko á því að ég held að við höfum alveg skynjað það frá upphafi, en ég held að við höfum svona verið alveg nett vantrúðar að þetta væri nokkuð tímann hægt. Þetta bara fáránlega hugmynd það bara alla að spila saman leikinn búið til einhvern leik á Íslandi þetta bara svo ólíkinda saga öllu leiti sko. Þannig að það var bara einhvern veginn svona þegar þetta síðan tókst og einhvern tímann var ég að mæta á stjórnarfundi í CCP það var nú það tók alveg tíma að koma businessnum sjálfum fyrir vind og þetta stóð mjög tæft og ég átti svo erfitt með að tala við stjórnina mann ég bæði að ég var nú líklega bara svolítið, þetta eru galla burnout í dag þú eru búin að vinna 100 tíma á viku í 60 vikur það er ekki holdt en allavega ég bara var alltaf svona, mér fannst ég bara eins og við höfum lent manna á tunglinu sko og bara, ef við getum ekki gert business því þá hefur við bara strax að fara heim en svo bara náði businessin vöxtur það var nú aðeins hægur þarna í byrjun en svo virkilega tekur hann flugið þarna 2004 En kannski tökum örsnögt bara bakendin hvað var til þess að ykkur tókst það sem að engum hefur enn tekist að láta svona marga spila saman í einu Sko, það er svona það er svona mörg trikk sem koma saman til að láta það virka og partur af þeim kannski var eitthvað sem að við vorum búin að þróa nokkrar útgáfur upp í hús og það var náttúrulega mjög sko það var algjört svona einvala lið upp í hús að sko takast á við alveg gjörsamlega ómögulega vandamál og það voru komnar upp með mjög svona out of the box sko aðferðir til að gera svona skalanlega server infrastruktúr sko jafnvel eitthvað bara svona minnstur úr tölvunarfræði sem ennþá verið að endurtaka ennþá dag í dag þannig að það var búið að prófa nokkra svona grunnarkitektúra hvernig að láta þetta virka og það verið náttúrulega að gera það fyrir rosalega lélegar tölvur það voru eitthvað bara svona 4, 8, 6 ef það þýðir eitthvað sko og það var Pentium sem vantilega þýðir ekki ennþá neitt það voru bara, aftur næstu því gataspjöld og það var reynt alls konar, svona mikið alls konar tilraunastarfsemi og upp úr því var bara svona eitthvað þjálfun og eitthvað svona bara eitthvað svona kunnátta með verkfærin að við komum upp með í rauninni bara, kallum þetta bara supercomputer, algoritma til að dreifa álaginu á mjög margar tölvur og svo notum við okkur það að þetta alltaf gerist í sólkerfum þannig að það er alltaf svona dreifa fólkinu nokkuð jafnt yfir sólkerfin
sem vissulega gerist ekki, það eru 10.000 manns komin í eitt gerfi í eitt bardaga, sko, en það tók ífspilar alveg, góðan áratug að ná meir en 1.000 manns til að vera á sama stað á sama tíma í bardaga. Ef það prófaði að skipilegja barnaamæli, bara að láta mannfólk gera eitthvað á sama tíma er bara mikið í að takast. Þannig að hérna, það er svona CCP stendur fyrir Crowd Control Productions og þetta var svolítið svona mixture af tæknilausnum og Crowd Control að passa það bara að dreifa fólki yfir þessi 8.000 kerfi. Það er auðvitað annað tækniundrið og svo er hitt undrið sem allavega fyrir mína parta er þetta langlíf þessa leiks, hvað hann er búin að lifa lengi og vel og einhvern veginn maður spilaði nú einhverju töluleiki þegar maður er yngri, maður spilaði Call of Duty og svo spilaði maður Call of Duty 2 og svo spilaði maður Modern Warfare og svo bara voru þeir leikir bara komin á líftíma og maður spilaði eitthvað annað en þú ert með ífanna sem maður hefur bara lifað bara í raun og veru í sinni sömu tæru mynd og það sem meira er ef við tölum í tölur bara 1 billjón bandaríkjadala sem að þessi leikur hefur er ég að fara með rangmál hana? Já, núna er þið að vera 1,5. Já, takk fyrir það. Fara með rangmál. Já, og 25 milljón spilar sem að spila leikinn. Ef við förum að sé þetta, af hverju hættir fólk ekki að spila þennan töluleik eins og hvern annan tölvuleik? Þetta er þetta verður að mörgu leyti svona samfélagsnet og það er oft kannski gott að taka svona hliðstæður kannski eitthvað sem fólk þekkir betur sem að eru leikir fólk bara oft hugsar leiki tölvuleiki og það að spila skák eða golf eða fótbolta sem eru náttúrulega líka leikir þó að hvað við segja, viðmótið er öðruvísi þú ert að hreyfa þann líka mann út á velli en þú ert augljóslega bara að spila leik og leikir hafa náttúrulega lifað mjög lengi menn eru búin að spila skák í núverandi formi mörg milljón ár það er nú reyndar 500 ár Go, kímerska skákin, það er búin að spila hann í 3.000 ár og þannig að leikir þegar þeir eru góðir ég meina að Go er búin að vera til í 3.000 ár þannig að og aldrei fleiri spila Go í dag Go er aldrei fyrir vinsæll hann er búin að vera til í 3.000 ár þannig að Ífu bara nýjabrum í þessari flóru þannig að þú getur oft hugsað akkur ætti einhver að hætta að spila golf spila golf, það er eitthvað svona leikur vinirnir hittast og spila golf og núna meira og meira fjölskyldan ég meina foreldrar mínir eru núna að spila golfaukstar með konunum minni og já, en það spyr enginn akkur er ekki fólk hætt að spila golf Nei. Og fólk er búið að spila golf í rúm 100 ár rísa business, alveg sjónvarsstöðvar, ferðir, fatnaður og hættir aldrei já, bara vex og við einhvern veginn okkur tókst einhvern veginn að ná svona einhverju blöndu inn í Íf þar sem að þetta verður í rauninni svoleiðis og við erum alveg búin að rannsaka þetta og það er líklega sterkasta bylgjan sem ýtir Íf svona hressilega inn í framtíðina er það að fólk hefur eignast vini í gegnum það að spila leikin sem að er frekar sjálfgæft eða nú bara því miður frekar sjálfgæft að eignast vini sérstaklega á fullorðinsaldri annarkvort eignast fólk vini þegar er í skóla eða á leikvellinum eða kannski einhverju íþróttastarfi en það er ekki eins algeng að það gerist á fullorðinsárum og þá meiri segja þannig að vinátt að einhverju leiti er bara hún er að deyja út það er kannski heyrt einmannaleika faraldurinn og bara staðsta dánarorsök fólks má bara leiða inn í einhvers konar einmannaleika en þarna og við erum búin að rannsaka það nokkuð vel og bara gefa út bara ritrindar greinar leikum við hvernig og af hverju Íf býr til nýja vináttu og það hefur eitthvað með að gera að fara saman í stríð og móti öðrum og þú ert að treysta á viniðina og þeir þurfa að treysta þér og annað slíkt meiri segja fundum formúlu það er formúla sem að FBI í Bandaríkjunum
bjó til, hvernig maður eignast vin Já, og hún mikið notuð af CIA í Bandaríkjunum. Þeir eru mikið í því að eignast vini. einmitt. Þannig koma flestar upplýsingar upp. Það í gegnum eitthvað svona sambönd. Þeir eru ekki að googla og bara sjá hvað að koma upp. Þeir eru að byggja sambönd og í eitthvað svona vináttu. Og það eitthvað svona að fólk sé saman á sama stað, hvað lengi saman á sama stað, hvað gerist oft og svo þá sérstaklega hvað samkoman hefur mikla ákefð. Enska verðið intensity notað í þessu. Og þarna Eve alveg sér á báti að það mikið undir þegar fólk í þessum risa geimbardugum. Þá ígildi mörg $100,000 sem liggja bara í valnum eftir að bardaginn hefur runnið sitt skeið. Og þá verður til ykkur svona félagsleg svona vináttu myndun sem í raunin einhvers konar vefur sem heldur allir leiknum saman. Það eiga allir vinir í online og meira sé að við gert rannsóknir að ef þú ert meðal Amerikani þá áttu fleiri vini ef þú spilar Eve heldur en ef þú gerðir það ekki. En þetta vini sem þú bara spila törleiki með, þetta fólk sem heitist líka á kaffihúsum og... Það bara byrjar þannig. Já. Svo höldum við náttúrulega aðdáenda hátíðinni hérna á hverju ári. Þar koma 1000 manna að hitta hvern annan. Hafa eitthvað hjónabönd myndast út frá þessu? Já, mjög mörg. Mjög mörg? Já, ég meiri sér gift fólk í hörpunni. Hvernig spyr ég? Margt smátt. Þeir merkja allt smátt en þeir eru ekkert feimnir við að merkja þetta stóra líka. Nei. Þannig að hvort sem það er stórt eða smátt þá merkja margt smátt það. Til dæmis penna, hálfbönd, myndur, aðra skemmtilegar auglýsingavörur. Já, við erum alltaf hamrað á þessari sjávarútvegssýningu. Já, og bara fyrir öll fyrirtæki sem eru auðvitað sérstaklega þau sem eru með einhverja kuna B2C að vera með eitthvað sem við geta dreift eða merkt og þegar þú veist, ég myndi kalla þetta ódýrustu auglýsinguna að merkja á margt smátt að þú merkir eitthvað, gefur það kannski, svo ertu bara komið með einmitt. Líka bara hughrif út í óendanlega gangandi auglýsingu og falleg hughrif, þannig að það er margt smátt. Happatreyjur, við gáum manni Hilmar auðvitað. Já, ef ekki bara vera heiðarlegir, við erum að taka þetta áðan að mætir þetta. Jú. Þannig að, ok, ég ætla að glefa að gíska, hvað treyja heldur þetta verði? Það er ykkur 50 lið sem komið greina. Þetta á tóttina. Já, ég held að verði Lincoln City. Þeir eru auðvitað lendar í hagkaup, happatreyjurnar. Og þetta eru allar ensku deildirnar. Premier League, Championship, League 1 og League 2. Ég var á leikvöllum daginn og ég sá foreldrar að gefa svona 10-11 ára krakkanum sínum þetta. Og ég er ekki ígjað núna að vera eitthvað fyndin en krakkin eiginlega fór að gráta og svo ánæður, sko. Og veist, ég sá ekki eins og hvað treyja hann fekk. Southampton eða eitthvað, bara eitthvað basic, sko. Ég held að þetta sé best fyrir gríslingarna, sko. Og fullonda. Kaldi 0 er minn uppáhalds. Það er svo gott að vera í matarboði. Geta tekið þátt í gleðskapnum og gleðinni. Og nú maður einhvern veginn ekki búin að snerta annan kalda heldur en kalda 0 í að vera 2 ár. Einmitt vel gert. En ég verð að segja það, sko, bragðið sem ég fæ og upplifi er bara nákvæmlega sama. Ég sakna einskis. Þeir eru með alvöru góða 0-ara. Já, hinn er líka góður. Já, hinn er líka góður. Kaldir er góður. Mango Man í Kringlunni og sumarið er ekki búið. Sumar er ekki búið og við viljum hvetja fólk til að fara inn í núna appið. Bókið Olgu mína, searchið bara Olgu okkar, searchið bara Mango og já, ekki þú er að eigna þér Olgu, hún er okkar allra. En allir halda, þetta er ekki rándýrt að vera með personal stylist, personal stylista. $0. 0 krónur. Já, það er bara nákvæmlega málið. Geðvika skyrtur, peysur og pólóbólur í Mango Man sem þú finnur í Kringlunni. Kringlugráin. Hefðirnar skipa alveg sérstakann sessi á Kringlugráinni og ég get ekki beðið eftir að upplifa hátíð með Kringlugráinni. Já, við erum auðvitað bara nýbyrjaðir að vinna með þeim en þeir eru með Þorláksmessu, skutuna, saltkjöt og baunir á Sprengidag og Þorramatinn auðvitað á Þorra. Þetta er ekki bara, ég ætla bara að segja, þetta er ekki hver annar veitingastæður, skilur. Þeir eru í alvörun að pæla í þessu. Já, þeir sjáum að allt svona sé upp á 10 og þessa milli eru þeir auðvitað með toppþjónustu og afburða mat. Vá, heldur betur. Já, Eve Fanfest er magna fyrirbæri og eins og þú segir líka bara hvaða er mikið í húfi og hvaða reynir á samböndi í þessum leik og þú myndar þér orðspor yfir langan tíma og það eru þarna bandalög og heilu samböndin Allegiance þetta líkir ískyggilega eftir raunheiminum á marga vegu. Já. Og það er í rauninni þannig þeim er meira sem við svona stelum góðum hugmyndum úr raunheimum og útfærum þar svona aðeins með smá spinni inn í leikinn, þær virka best.
og þar nú alveg mjög áhugaverður partur að þessi leikur sé íslenskur að og þetta alltaf mikið hagkerfi leikurinn og þið trúið ekki hvað Íslendingar eru sérfræður hagkerfi að búi svona litlu hagkerfi. Já. Það gefur okkur einhverja innsýn inn í öllu þessi mál sem að bara fólk hefur vannalega ekkert sko. Oft hefur að ráða fólk frá útlöndum að koma að hjálpa okkur að gera við leikinn að þegar kemur að þessum partíi þá veit það óskup lítið svona bara með að Íslendingin út á götu. Já, þetta bara ekki partur af þeirra lífi. Þetta ekki partur af þeirra lífi. Það þau þurfu ekki að leysa diffurjöfnur til að kaupa sér hús. Ef ég má spyrja, tekjumódeli í dag, ég spyrja hvernig það var í byrjun, hvernig það í dag? Er þetta bara eitt fí eða ekki? Ef ég skil þetta, þá er þetta að kaupa alltaf fleiri og fleiri fítusa? Já, sko, fólk kaupir margar áskriftir að það býr til marga kalla og konur inn í leiknum. Hugmyndin var að þau myndi bara hafa bara einn spilari, einn leikmaður á vellinum en það gerðist mjög fljótt að fólk fór bara að kaupa sér margar áskriftir og var svo oft á tíðum að spila bara marga leiki í einu, jáfnvel á mörgum tölvum. Ég hef séð spilara stýra 50 akkántum á svona bara risastóru svona skjáveri sko, fullt af tölvum og bara eitthvað svona yfir skilvillig hæfileiki til þess að multitaska. Þannig að nú yfirleitt bara kóruubúr sem alveg þar sko. Það eru alveg sér á báti hvað þetta verðar. En svo, þannig að það stór partur. En í grunninn til það borgaru $20 á mánuði fyrir að spila einn reikning. Og svo mikill partur af viðskiptamódelinu að þú getur sett þjálfun í gang. Þannig að þú ert með þjálfun í gangi svo lengi sem þú ert að borga áskrift. Eða hún hægist mjög á henni og þú borgar ekki áskrift. Þannig að í rauninni fólk bæði að kaupa marga reikninga því að það að spila í einu. En það líka svona að planta fræjum. Já, mér langar að prófa þetta og náttúrulega að byrja training á þessum account. Það líka svo brilljant konsept sko. Það nú bara eitt tölvleikur sem ég hef verið að spila með hana. Það Football Managers. Og það með náttúrulega bara að spila við tölvuna og maður fær bara ógeð á honum. Maður heyrir það að þeir halda á gullgæsinni þarna. Það er ekki hægt að vinna leikinn. Það er líka greinilega hægt að fá bara eins og ógeð á honum sko. Nei, það er engum tekist það að vinna leikinn. Við erum bara hér. En það er hægt eða hvað? Já, sko það er hægt að búa til einhverja útgáfu á því hvað það er að vinna sem að náttúrulega einhverju leiti er þetta landvinningastriðsleikur út í geim og það má náttúrulega segja það ef einhver vinnur sér inn allt landið þá er hann búin að vinna en það hefur engum tekist það og ég spái nú fyrir að engum muni takast það að því að fólk lætur ekki drosa vel að stjórn. Nei. Þú þarft þá bara, það þarf alltaf að vera sammála að þú sért gaurinn. Það er ekkert sem gefur þér sko einhverja krafta annað en bara samfara fólk að þú sért búin að vinna sko. Þannig að yfirleitt það sem hefur gerst þegar menn eru kannski búin að stofna svona stór svona viðskipta bandalög bara eins og okkar einn raunveruleika þau bara hrynja að lokum að því að veist, á einhverjum tímpoti bara sá sem á toppnum búin að missa það og fólk bara trúir ekki á þetta lengur. Þetta fyrir ekki? Nei, ég ætlaði bara að spyrja, keppt í heimsmeistaramóti í þessu eða eitthvað svoleiðis? Sko, við erum með það sem við kallum Alliance Tournament þar sem það nú bara fara í gang núna, það yfirleitt síðsumars. Okay. Þá eru svona, það eru úrtökumót þar sem að fólk spilar réttindin að komast upp og svo bara þrengist svona riðlakeppni, það eru lið 3 í liði sem keppa í svona útfæslu af leiknum sem einhvers konar svona e-sport og það er bara töluvert áhorf á þetta sem að væri alveg að kalla heimsmeistaramótið í þessu. Og er hægt að vera atvinnumaður í þessu? Sko, ég held að það sé hægt. Það er vissulega fólk sem spila leikinn og svo selur hluti sem það hefur undir sér inn á gráum markaði. Og er það leyfilegt? Sko, það er ekki leyfilegt af því að við myndum í rauninni og þú tekur alveg alla leið þurfa að hafa bankaleyfi
til þess að væri leyfilegt af því þá erum við að gefa út peninga. Auðvitað. En við erum í raunin að gera annan leik til að láta það vera mögulegt. Ok. Þar sem við erum bókstaflega að nota blockchain og cryptocurrency til að útfæra það. Af því að það í rauninni er búið að opna fyrir það. Nú getur bara fyrirtækjum sem við gefið út pening. Verður þetta á Íslandi eða? Já, við erum með svona 70% af því teimir hérna á Íslandi. Þarna komum við inn á mjög áhugaverðan punkt, bankakeðuna og í frontír. Sko, bankakeðuteknin er auðvitað magna fyrirbæri og undirstaðan í þeim rafmyndum sem við þekkjum, en hefur einnig eins og við erum að tala um núna sýnt fram á notagildi sitt í bankakerfum og ýmsum fjármálagjörningum. Sko, mér langaði einmitt að spyrja þig að því að ef við tökum til dæmis NFTs sem að flestir tengja við einhverja bólu í kringum COVID-faraldurinn og hefur fengið á sig neikvæða merkingu þar sem margir óprútnir aðilar gáfu út þessar non-fungible tokens eða óþreifanlega tóka og held eftir stórum hluta upplagsins, seldu svo einum rykk sem var til þess að verði hríðfjall og þeir sem náðu ekki að selja sátu uppi með verðlausar einingar. Og tölvuleikja samfélagi hefur einhverju leiti snúið bakinu við þessari tækni líka í bili, mögulega, þú orðaðir þetta einhvern tímann NFTs not for tranquility sem er þetta skemmtilega orðið komist, en þrátt fyrir þess að óprútna aðeins þá lítur þessi tækni eins og þú ert að koma inn á að vera spennandi í leikjaheiminum og eitthvað sem þú varst löngu byrjaðir að skoða áður en að COVID átti stað 2017 og fyrir ef segir okkur aðeins frá bara bæði í frontier og tækifærum sem að liggja þarna. Sko, það er nú áhugavert að ræða þetta í íslensku samhengi því að það er að taka svo mikið svona samlingingar frá ferðalag Íslands með sitt eigið hagkerfi að sko þegar ég er strákur þá er Ísland bara undir harðum gjaldeyrisöftum. Ég bara man eftir því einhvern tímann voru foreldrarnir að fara með okkur til Kaupmannahafnar í sumarfrí að þá þurftu þau bara að fara með ferðaseðlana í bankan, iðnaðarbankan í Garðabænum og fá danskar krónur, fara með þær til Danmerkur og eyða einhverjum að þeim og svo þurfti að skila afgangnum aftur í bankan sem ég held nú að þau hefði ekki gert örugglega búið að fyrtna það en svona var þetta og svo svona með herkjum tekst okkur nú að opna hagkerfið og er það vel en eins og við þekkjum líka það er ekki alveg einfaldasta málið smá hyggstatn á leiðinu og eitthvað svona en þetta hefur verið mikið inspiration af því að sko að þessar hegðun í online er til staðar. Sumir spila leikinn og vilja selja okkur öðrum það sem þeir hafa sér ánið. Og það er meiri sér þannig að ég var að reikna það út bara núna nýlega inn í EVE Online að það er sko meðal peningaeign ef ég tek aflandsgengi EVE króna, við notum þá samlíkingu að þá er meðal innistæðueign EVE-spilarans $1,500. Vá. Það er meðal innistæðueign. Já, það er meðal innistæðueignin og sem fara auðvitað miklu hærra. Já. Og ég, nú er það, margir undarlegi hluti við Bandaríkin, en partur af því að fólk er ekki mikið að spara peninga. Og það er bara, ef þú ert meðal Amerikani, spila EVE Online, þá áttu líklega meiri pening í EVE Online en á, in your savings account. Og þar sem að svona meðaltali á Amerikanin $500 en hann á $1,500 í. Og auðvitað er náttúrulega ljóst að þessi leikur er bara svona, það má ekki selja peningana og það er bara gjaldeyrisöft á EVE Online. En leið og ég fór að grafast ofan í sko bankakeðjuteknina og þá sérstaklega alla löggjöfina sem búið að skrifa inn í Evrópusambandið, inn í Bandaríkin, inn í Japan, Kóreu, út alla jarðir. Þá bara bókstaflega búið að búa til svona löglega skilgreiningu á því hvað sýndarveruleika eignir eru. Og það er bara svolítið merkilegt fyrirbæri og ef maður er í þeirri útgerð að vera búið til hagkerfi og annað slíkt, að það geta að gera bara opið hagkerfi, þess að fólk getur spila leikinn og sýsla með það. Og líka það sem við erum búin að gera getur notað sko smart contracts part af blockchain til að gera bara mjög útséða fjármála gjörninga sem það forritar bara sjálft inn í leikinn. Við þurfum ekki að búða alla til og við erum búin að vera með þetta í próf núna í næstu 2 ár og fólk hefur bara hvað minn almáttur, hvað fólk hefur ekki búið til sko. Ein spurning sem ég með, kannski er ég að fara out of topic en sko, ég veit ekki hvað þetta er, retention rate eitthvað, erum við tölfræðum að frá
ég byrja að spila Eve Online á morgun, hvað er líklegt að ég muni halda áfram að spila hann út í óvandarlega eða? Já, það er frekar ólíklegt. Já. Það er nú bara þannig. Það er áskorun að koma nýju leikmönnum á völlin. Og en það er, sko, við missum lang flesta fyrstu vikuna. Já. Síðan er þetta sjá vonar glætu, en ef þú spilar í 6 mánuði, Já. þá ertu næstu því. Áttu locked in. Já, þá ertu locked in. Og þetta er ykkur svona, sko, funksjón af að það er mjög erfitt að komast inn í leikinn. Þannig flókin, yfirgripsmikill. Við erum nú kannski ekki búin að hjálpa sjálfum okkur að við erum búin að vera að bæta við leikinn alveg bara miljónum línum af kóða og alls konar nýju dóti til að leika með, sko. Þetta er bara svolítið yfirþyrmandi. Þeir eru alræmdir fyrir brattakurvu inn í leikinn. Það er brekka að spila þennan leik. Og Þetta er kannski dálítið mikið fyrir suma, er það? Já, þetta er mikið, eiginlega bara fyrir alla. Já. En ég hef oft tekið svona samleikingu, og mikið að vinna með það, að sko, ykkur tíma var ykkur gaur sem hljóp fyrsta marathonið og eins og sagan segir bara dó úr því. Þetta var svo langt að koma með fréttirnar. Og svo er bara ekki mikið að frétta að fólki að hlaupa marathon bara í nokkur 1000 ár. Nú eru bara allir að því. En þeir styttu aldrei marathonið. Nei. Það var alltaf jafn langt. Og núna eiginlega bara deyr enginn. Nei. Og bara fólk á öllum aldrei gera það, að fólk að gera þetta hefur á hverjum degi heilt ár. Það er bara það sem fólki dettur ekki í hug. Og ég hef tekið mikla inspiration af þessu. Hvernig varð marathon svona rosalega vinsælt yfir bara, mjög langan tíma. Og ég held að sé bara rétt að byrja. Já. Við höfum eftir að finna út þetta. Fólk drepist ekki að því að spila fyrstu vikuna. Enginn dáið, sko, en samleikingin, sko. Þannig að þetta er bara verkefni næstu áratuga er að búa til svona svipað system og var gert með marathon. Þannig að núna geta bara allir hlaupið marathon að því þið verðist. Já. Ég geti það samt. Jú, ég held að þú getur allt sem þú viljir taka þér fyrir hendubekki minn. En sko... Ég fer frekar í Eve Online held ég bara. Já, þú nefndi fútbolmanager á hann og það vil svo skemmtilega til að... Ég er aðeins búin að dútla í bílskotnum núna í 2 mánuði við að gera hérna íslensku útgáfu af einhverju svona fótboltaleik sem að ég vona að allir geti fengið aðganga að. En á þessum stutta tíma sem ég hef verið að sýsla hef ég komist að ýmsu og það er nú ekki hægur leikur að búa til tölvuleik. Þó kannski aldrei verið aðgengilegra enn núna. En ég er að þróa leik einn í bílskotnum með 0 virkar notendur að undanskildum vinnum og vandamönnum. Og það er nógu erfitt að ráðast í breytingar, sko, af því að ég hef oft verið komin djúft onni í einhverja breytingu sem er partur af einhverju sín og síðan átta mig á bara, herðu, mögulega voru þetta bara mistök og ég þarf að rúlla tilbaka. Þeir eru í sífelldri þróun, þetta spannar áratugi, þeir eru með gríðalegt magn virkra notenda. Hvernig er að vera stjórnandi, vera einlega breytingar sem að kannski fyrsta einleik vekur úlfúð og mikið þetta er svo stór partur af lífi fólks. Þannig að þú veist, hvernig ráðist þið í breytingar og þá stóra breytingar og hvernig hefur það gengið svona heilt yfir? Og líka breytingar sem kannski fólk var ekkert að biðja sko. Nei. Sko, þetta er nú mikið leksía, sko, við erum nú orðin alveg ágætt í þessum núna, sko, árið 23, en það er náttúrulega margt gengið á. Og ég held að aftur til að grípa til einhverja samlíkingar, þetta er svolítið svona eins og að vera borgarstjóri í einhverju borg. Og þú ert að opna ný hverfi, það þarf að, reka skólana, hirða ruslið og passa mikluna og eitthvað svona. Þannig að þetta er voða mikið svona þannig verkefni. Þetta er miklu jarðbundnara og miklu tengdara bara inn í upplifun fólks. Það er alveg ótrúlega mikið bara upplifunin af því að búa í borg er bara, hvernig verka lestakerfið, er það á tíma, lestirnar að droppa út úr sketsjólu, hvað er bara lakkið og setur kortið þetta á pattið. Aftur ég var í Tókjó, undarlega eitthvað. Þeir eru alveg með þetta Japanir, Tókjó náttúrulega bara eitthvað algjört verkfræði undur svona stórborg sér til, sko. Og Eve er einhvern veginn svona. Við hefum bara búin að lifa í gegnum það dojo að prófa ýmislegt og sjá svona nokkuð en hvað virkar. Svo fórum við nú bjökkum til þjóðþing. Fólk kýr sér
þingmenn á Council of Stellar Management sem auðvitað. kemur til Íslands. Kjörnir leiðtogar. Kjörnir leiðtogar. Þetta sé 9 núna og þetta á mjög flóknu kosningakerfi. Við innleitum eitthvað alveg vísindaskáldskap í því sko til að fá svona voter representation eins og fólk talar að þetta sé virkilega fulltrúalýðræði og veist mikið af þessu gerist í gegnum það, vinnu með þinginu, líka bara þingkostningarnar eru strax svona gefa þér innsýn í hvað brennur fólki á hjarta eftir á hverju frambúðin eru byggð og það mikið verið að vinna með sko ákveðna tegund að spila leikinn, hvað þú átt heim í leiknum, þannig að þetta bara mjög flókið umstang í kringum það mjög gagnlegt. Svo eru voru rosa góði að mæla alls konar umtal leikinn og greina svona, falsfréttir frá öðrum fréttum. Það mikil pólitík í gangi og menn eru svona að reyna að koma inn breytingum sem þeir vita munu vera þeim til hagsbóta og eru oft bara í einhvers konar social media campaign á starfsfólk Fenris. Já. Ég var nú lengi vel í brennidepli en nú er komið breiðu bekkur af fólki sem ber þetta allt saman uppi sko. Mér einmitt að því að þú veist, einglirnismálið stóra 2011 kannski ber hæst þarna ef þú segir okkur aðeins frá því bara í grófum dráttum hvað gerðist þarna þegar það vakti mikla það voru margir reiðir þá. Já, sko, þetta þarna gott dæmi tímasetningu eins og við erum að ræða áður með sýndarveruleikana og gervigreindina og annað slíkt. Og það var sko mjög fljótlega fór ég átta mig á því þegar ég var að sýsla með þetta á svona 2004 þegar ég tek við sem framkvæmdastjóri þá ég svona fyrir meira að kynna mér svona bransan og þá sá maður fljótt að eiginlega allt sem hafði gerst á Vesturlöndum hafði gerst 5 árum áður í Kóreu og það var bara svona einhver þumálputtaregla maður bara sér hvað gerist í Kóreu og svo það bara manns raunveruleiki 5 árum seinna og þá þetta að selja sko hluti í leiknum orðið bara mjög svona normaliserað í Kóreu og það einhverju leiti núna normaliserað í Ív en á þessum tíma voru við bara sérstaklega ég bara setti þetta bókstaflega á mig sko að það var svo mikill hamagangur að nýta alltaf þessa vitneskju hvað myndi gerast að við vorum bara þetta var bara of mikið í einu við vorum að gefa þarna útgáfu sem var semst að fólk gæti labbað á geimstöðum hún var langt undir væntingum svo varum við líka bæta við virtual goods þá fólk gæti keypt svona cosmetic item í leiknum sem alvan í dag sko og við vorum bara að reyna að gera of mikið einu og fljótt bara því að maður var búin að læra þessa formúlu sko já ok, hverju er búin að vera með þetta svona free to play leiki í svona 5 ár það komið til mátan og við erum fyrst og ég held að við hefum bara aðeins svona verið betri í innleiðingu og gert þetta svona eins og maður þarf ofta að gera í borgarskipulagi það ekki gott að vera að laga alla göturnar á saman tíma Nei. Það verður að fasa þetta inn ég held að það sé nú svona grunnurinn af þessu öllu bara eins og allir vita í dag þetta ekkert tiltökumál í neinum leik í dag að fólk sé að selja englirni Nei, einmitt, akkurat sko nú er þetta virkilega gaman og þetta liðið sem ég var mjög spenntur að ræða við því en sko gervigreind og praktísk notkun á gervigreind eins og þú segir sko það sem að menn hafi verið að íta að taka við þegar í undirbúningi í Íf og það var orðið heil heimur sko, ef það útskýrt fyrir mér fyrir 5 árum þá hefði ég ekki átt að með á því hvað að vera að tala sko en í dag maður byrjar að átta sig á því og þið sem eru búin að hverfast í þessum heimi svona lengi og eru vantarlega í stakkbúin til þess að allt í einu eru þeir komið verkfæri sem þeir kunnið að nota en hafa bara ekki verið til staðar hingað til sko, byrjum á opinni spurningu hvernig nýtist hún fyrirtækjum í dag og hvernig mun hún nýtast, mér langar að bæta við þetta erum við að byggja óna tækni sem að raun og veru við ættum að henda og byggja frá grunni eða hvernig sérðu fyrir þér
gervigreindin í dag og hvernig það með þróast á næstu árum? Já, þetta nú mjög opin spurning. Já. Bara, veist, Gervigreind, nei, já. Já, En ég er líka með mjög mikinn sérfræðing fyrir fram að mig, þannig að ég ákvað að hafa hann opna. Já, veist, Jú. maður er að brjóta þetta einhvern veginn niður, sko. Ykkur partur af þessu er að, núna eru allt í hennu eiginlega bara allir sem hafa aðgangað góðu gervigreindamódeli með, indexaða alla mannlega þekkingu á mjög aðgengilegan hátt. Og þetta hefur náttúrulega verið að gerast hægt og rólega bara í gegnum mannkyn söguna, veistu, bara, bókasafn Alexandríu, veist, alveg að bara skrifa niður hluti og gera þá aðgengilega, veist, bara þegar Gutenberg gefur með prentvélarnar að, það nú líklega ástæðan fyrir því að kristin trú svona vinsæl að Biblían var killer-appið fyrir Gutenberg. Það er yfirleitt aldrei fjallað sölutölur á Biblíunni, að hún bara selst svo mikið, það lætur allt bara líta frekar undarlega út, Það er ég held svo búið að selja 4 billjón biblíur og 500 miljón eintök af Harry Potter, öllu byggsönu, 10 sinnum meira, algjört killer-app, Og síðan er búið að vera vinn í þessu, svo verður náttúrulega Encyclopedia Britannica, Wikipedia og alltaf hefur við að fá meiri og meiri aðgang að allir þeirri þekkingu sem hefur verið búin til. Núna erum við komin með alveg bara svona mjög þjættan index þar sem við getum bara spurt alla mannlega þekkingu, uppsafnaða alla mannlega þekkingu og bara fengið svar sem er bara ótrúlegt. Núna á síðustu mánuðum er þessi samþjappaða mannlega þekking farin að leysa óleyst starffræðivandamál bara í hverju viku. Bara eitthvað, þetta er eitthvað vandamál sem engin manneskja gat leyst á nokkur 100 árum. Nú bara, ok, prófum það og svo kemur bara eitthvað, veist, og alltaf verður þetta að þrengjast, En í rauninni, veist, bjuggum við allt þetta til. Veist, bara, þetta er það sem að mannfólkið var þegar búið að gera, en það var bara ekki aðgengilegt. Veist, þú þurftir að ráða sérfræðinga, þeir eru ekki til og erfitt að búið á til og ég veit ekki hvað. Nú er þetta bara komið með þetta. En gervigreind samt, er hún ekki, hún er klárar en allt mannfólkið eða hvað? Ég held hún hafi bara meiri og betri aðgang að sameiginlegri mannlegri þekkingu. Það er meira það sem við erum að fjalla ég myndi ekki beint segja að hún væri klár, veist. Þegar þú ert að googla eitthvað og þú fær bara vefsíðu sem að geymir svarið, það er bara það sem að gerði í gamla daga, maður þurfti bara að googla með höndunum og fara og lesa það, Þetta var ákveðin aðferð til þess að búa til þjöppun á mannlegri þekkingu. Það var bara að taka internetið og búið til leitalvél sem bara sendið á réttu síðuna. Núna gerist þetta bara án þess að þurfa að fara gegnum Google, nefnum sér þetta notaði Gemini. Þess vegna hefur þetta náttúrulega verið mjög disruptive fyrir viðskiptamódel Google sérstaklega, því þeir voru nú þegar búin að það var þeirra mission að gera aðgengilega alla mannlega þekkingu. Það var bókstaflega það sem að Google var að gera. Þegar mörguleiti bara finnur upp gervigreind. General Purpose Transformer var búin til hjá Google og svo náttúrulega Demis með DeepMind og allt það. Og þaðan kemur í rauninni. En að því að við erum að tala við þetta fyrirbæri eins og það sé ykkur í chatinu, veist, þá eigum við til að líta á þetta sem einhvers konar veru en það má kannski horfa á það þannig en þetta er miklu meira eins og við höfum bara rosalega góða alfræðiorðabók sem bara skrifar sig fyrir þig af því það er búið að mappa út sem er kallað latent space af öllum venslum mannlega þekkingu þú bara hefur aðgangaði og þess vegna er gervigreindin góð að forrita. Hún í rauninni bara að svara spurningum það sem hún veit. Það sem að ruglar okkur í rýminu, held ég, og ég var nú ekkert að útskýra þetta fyrir einhverjum, að bara þegar við vorum að skrifa niður allt og við erum bara búin að gleyma því hvað tungumálið er öflugt tækni. Tungumálið er alveg rosalega mikil tæknileg uppfinning.
veist, að búið til nafnorð og sagnorð og fallbeyingar og viðtengishátt og alla þessa hluti að þegar við vorum búin að taka og skópla þessu öll inn í svona módel og í rauninni búa til svona embeddings in the latent space, kann ekki íslensk orð fyrir svona hluti, ég var alltaf kann svona hluti að þá allt í hennu var til eitthvað svona almenn þekking sem að við gátum ekki greint bara með einstökum huga. Þannig að ég myndi ekki horfa á þetta á þessi klárar eða eitthvað svoleiðist, þetta er alltaf bara eitthvað manneskja sem að kalla fram niðurstöðu úr þessari samþjöppum af þekkingu. En hún bara svo rosalega mikil og öflug að ég meina maður bara að vera bara undur og stórmerki bara að gerast í hverjum fjórðungi sko. En hún ekki að bæta ofan á þessa þekkingu sem við erum nú þegar með? Sko, þarna komum við að því, þú veist, hún byrjað að rýna sig, hún byrjað að senda tilbaka og þá fer maður að hugsa, ok, er hefðbundin fyrirtækja uppbygging og stjórnskipan að deyja út og eru að fara að sjá bara glænýja? Sko, ég var nú eitthvað tímann á þessari línu að gervigreind væri að taka öll störfin okkar. En svo var ég að hugsa þetta aðeins meira og maður náttúrulega að nota þetta endalaust og við erum náttúrulega þess að ekki ímynda okkur upp allaveggi með þetta sko. Og erum að vinna með bara öllum gervigreinda fyrirtækjunum. Hugsaðu mig nú því ég held að við séum öll að fara að deyja basically bara sko. Já, við erum ekki að fara að deyja. Okay. Sko, það sem ég held að manni gerast er bara eins og oft gerist með svona byltingar og við kannski áttum okkur ekkert á því hvaða eru mikla byltingar að því að við komum inn í leikinn eftir að það eru orðna normaliseraðar sko. En veistu, við tökum bara járnbrautirnar, bílana, flugvélana, veist, getið rétt ímyndað ykkur sko, vesinið að koma einhverjum hlut frá austurströnd og vesturströnd Bandaríkjanna. Þið getið bara ímyndað ykkur byxið, bara koma einhver í alla þessa leið. Veist, þetta er vangi við langt. Og svo bara allt í einhver lest sem bara getur gert það bara á einhverjum klukkutímum. Veist, er ekki bara, veist, það voru ekki einu svona störf mikið þetta vegna þess að þetta er bara svo fáraleg hugmynd. Hvernig myndir vera eitthvað færa eitthvað frá vinstri til hægri strandarinnar eins og þeir myndi lýsa þessu sjálfur eða bara eitthvað stærra innan Evrópu eða fara silkiveginn til Kína og svo bara allt í einu komið lest og það bara umturnast allt á eitthvað máta sem að við eigum svolítið erfitt með að ímynda okkur. Svo gerist þetta aftur með bílana og þá er einmitt þarna, hvað var hann, Duran hjá Buick sem bjóð til helgina. Veist, helgin er fundin upp af bílabransanum í Bandaríkjunum og hann bjóð til helgina bara vegna þess að það gekk ágætlega að framleiða bílana og færibandir og hann þurfti bara ekki að hafa fólk svona lengi og svo líka datornum hefur þá bara fólk að keyra bílana helgar og þá bara, við erum bara allir að fara að keyra bíla og við sýslum það, fara í næsta bæ, veist, vesla á veitingastað og þessi tæknibylting, hún bara bjóð til svo mikið svona efnahagslegan ábóta að fólk fór bara að gera alls konar hluti sem engum hefði dottið í hug áður. Og núna er náttúrulega mjög augljóst á internetinu að það eru alls konar furðu störf til, ég meina þið eru dæmi það, veist, hverjum hefði dottið þetta í hug fyrir 20 árum, ekki dætt mér það í hug þegar voru að sýsla hérna upp í Reykjanesstofa Háskólann að einhverju væri með einhvern podcast þátt. Nei, það var ekki á bingospjaldinu mínu. Nei, það var engin með það á sínuspjaldi, ekki einu sinni þið. Og hér eru þið. Og þetta bara verður til vegna þess að, veist, ég veit ekki í hvaða forsöndum fólk er að hlusta á þetta, hvaða fólk er sýsli í garðinum með þetta í eyrunum og eitthvað svoleiðis. Og ég meina þetta sýsli í garðinum, veist, hvað er það? Hlaupa maraþon. Veist, þetta er allt eitthvað tómt bull í grunninn til. Þetta er bara eitthvað svona afleitar hugmyndir hvað er vinna. Ég held að við munum bara upplefa eitthvað svona sko. Þetta er, sorry að ég veit að sko, kunnuleg Stef og góðvinnu þáttarins hefur nú samsvaraði dóltið sem Hilmar að segja, Heiðar Guðjónsson, hann hefur talað að hver er dóltið að vera podcast til og annað, veist, þannig að við munum alltaf held ég eins og Hilmar er að koma það munum bara skapast ykkur önnur störf í staðins. Já, og ég er nú aðeins þetta við Kjartan Þórisson sem við þurfum að fá til okkur einhvern tímapunkti. Sem það núna að sko helgjafundin upp þegar framleiðinin bara rauk upp úr öllu valdi og ef við sjáum nú bara hana tvöfaldast þá og allt í einu springur frítími fólk sem að hefur nú sprungið áður og það væri ekkit nýtt, það myndi þá bara rýma minnst og kosti, þá
er nú gott til dæmis að vera með leik eins og Íf, það sem að því að hvað fær þá nýtt vægi, það eru leikir, alveg engin spurning, svo er það svefn og heilsa Okkar menn sem eru sannarlega okkar menn, maður einhvern veginn, ég er ekki lengur með úparan sko, en ég er alveg viss það, ég finn það bara á mér, maður er svona aðeins farin að kunna inn og segja, ef hann væri að mæla svefngæði núna, þá væri ég einhvers staðar hann að milli 90 og 100, bara skærgrætt í rúminu frá svefni og heilsu, þeir eru með frábærum og hvort það hafi verið, já, ég ætla ekki að þeir nefna öll rúmin sín eftir íslenskum góðum og ég þóra ekki að sverja fyrir það fyrir í hvað ég fór nákvæmlega, ég skal komast aðeins samt, ég hef aðeins verið að fara með rangt mál í tengslu við svefn og heilsu Þú veist lesturinn Já, eitt sem ég gera sem er auðvitað frábær borðin er að þau er ekki úr kvarts heldur keramik sko. Og ert að leiða þetta það hér með þau? Já, ég klikka þess að en þetta er frábær keramikborð en þetta er þeirra ær og kýr Rúmin Já, það er rúmin og það er afburða þjónusta Krónan, hvað hafa við matinn? Já, ég ætla bara að fara í krónuna og taka púlsina Já, það er nákvæmlega það sem þú getur gert og svo getur þú skannað þetta og svo skundar þú hreinlega út með tróið fullt af einhverju góðgæti og þeir eru náttúrulega í serverinu og svo eru þeir líka með, bara venjulegan mat á góðu verði. Mjög góðu, leitaði á ódýrtmerkinu. Já, fylgist þið með ódýrtmerkinu. Íslandssjóðir, 12.000 sparifjáreigendur eiga í sjóðum Íslandssjóða, það er nú ekki lítil tala. Nei. það er nú bara talsvert mörg prósent af íslensku þjóðinni, en að því sjóðu allt og fá. Já, ég ætla að segja, það væri gaman að deila með heildareignarsafninu deilt með 12, við gerum næsta þetta. Það væri gaman að vita hvað afrið safnið er hjá viðskiptavinum. Já, að þú nú meiri talnakallin alltaf komin í þetta. En þar sem þú ert talnakall, þá eru Íslandssjóður auðvitað með 23 sjóði fyrir almenna fjárfesta, 8 sérhæða sjóði og þetta er einhverju 387 miljardar í stýringu, að þau varst að pæla í þessu. Svo eruð með einhverja 22 sérfræðinga líka. Já, talnakall. Orka náttúrunar, sérstök tilkynning til rafbíla eigenda, hraðasleiðslustöðvar og enn í Víðigerði, það er hlaða ekstra hratt. Já, það er skemmtilegast á landinu, okkar hlutlausa mati. Já, þær eru það, og svo er líka hægt að stoppa það hósur að borða það. Jú, það er hlaða ágætlega hratt og það eru vel staðsettar en okkar hlutlausa mati er þetta skemmtilegustu hraðasleiðslustöðvar á landinu. En ef þú ert að leita einhverjum öðrum hraðasleiðslustöðum hjá ON þá er það auðvitað appið, ON appið og hleðslukortið. Hvað er langt í næstu hleðslustöð? ON appið. Sér á kortinu. En þú myndist á Demis Hassabis og mér langaði aðeins að ræða það við því að því að sko Elon Musk auðvitað í sambandi við gervigreindar lýsti yfir áhuga á að kaupa CCP og svo líka bara hefur setið í kvöldverð með Gabe Newell og það er auðvitað risa maður í þessum bransa, framkvæmdastjóri og meðstofnandi Steam, Demis Hassabis, eitt stofnanda DeepMind, Google DeepMind og þetta eru þungavíkta menn og ef við kannski byrjum á Elon Musk, tók sá áhuga á sig einhverja raunverulega mynd, áttu einhverja viðræðu sér stað? Já, ég var á einhverju leiti búin að fara yfir þetta með Þóru Tómasdóttur í sögur og raunveruleikunum. Já, þetta er bara svo merkilegt. Já, en veist, það er alveg full ástæða til að fara. Þetta eru alltaf að hlustendur hér, sko. Já, og þetta kemur til fyrir svona ári síðan, þá er haft samband við okkur á LinkedIn og einhver frá XAI, eitthvað svona, viljið tala við Elon Musk og eitthvað svona, já. Það er ekki? Já, veist, ekki að taka þetta eitthvað svakalega trúlega. Nei. Og Jú, við erum alveg til í það. Og svo eitthvað, er þetta svona eitthvað að malla, svo er nú eitthvað, það er svona yfir sumarið og ekki alveg, veist, ég tek að voða mikið virkni í þessu, en svo allt í hennu bara, fæ ég eitthvað svona ping í vikunni, eru þeir laus helgina, kannski bara laugardaginn. og þá vilt nú þannig til að, öll fjölskylda mín var komin til London að fara á Coldplay tónleika. Já. Og ég segi bara bókstaflega við þá, nei, ég er upptekinn. En hvernig er sunnudagurinn? Og þá kemur það upp, sko. Já, ok, það virkar. Og þá eru við við Bergur, sem er listrætt stjórnandi í Valvæn, erum að tala við Elon Musk, hans sunnudagsmorgun, bara heim og gema og eitthvað svona pæli í tölvuleikjum og gervigreind og hvert þetta er alltaf að fara og eitthvað svona eitthvað, veist, hvaða leiki hann er að spila og hvernig hann spila það og hvernig gæti þetta verið og við erum bara eitthvað spjalla þarna saman í bara marga klukktíma, sko og
og ég held að þetta verið 2 eða 3 tímar sko, Já. en það er auðvitað ekkert betra að gera þannig sundarsmokunin og hérna, ég var nú enda með fjölskylduna með mér og hérna, en þau sýndu þessu eitthvað skilninga í þetta. Eðlilega, já. Og svo fórum við hittum hann fórum við heimsókn hann í Tesla Engineering, sáum hann hérna sko hann Optimus training dojo, myndi ég eiginlega segja það, þetta var svona hálfur handboltavellur fullur af róbótum að æfa sig sem voru að opna loka gardínum, sem voru að skúra gólf sem voru eitthvað sísla við eitthvað færibönd og svo, hermanns í kringum, það voru svona stöðva þjálfun. Það er alveg bara mest science fiction dót sem nokkuð tíma síðan og alveg, og svo voru einhver strákur sem var eitthvað voðalega spenntur fyrir því að við vorum að skoða þetta og var eitthvað alveg sá fyrir sér að við verum fara að gera eitthvað leik fyrir Optimus og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað hann var að geta í eðunar og og það var bara mjög áhugavert sko og svo fórum við yfir kuttana til að segja þar bara þurfum við aðeins að bíða, það var einhverju fundur svo bara mætu við fundarherbergið, það er bara Elon Musk og ég man og þetta er nú hálf fyndið allt saman sko. Ég hef tekið eitthvað bara á svona tösku með svona svak bólir og eitthvað svona dót og og hún Signý sem vinnur upp í Fenris, maðurinn hennar er að gera þarna Feed the Viking og hann er með frostþurrkað skyr og mér fannst það eitthvað svo góð hugmynd, gefa Elon Musk geimfara skyr og bara frostþurrkað skyr er basically bara geimfara matur og ég sá eitthvað svona fyrir mér sko, já ok, gefum Elon Musk frostþurrkað skyr, svo kannski fílar hann þetta og þá þegar SpaceX fyrir að lenda á tunglinu, þá er þetta á boðstólnum, þá er einhverjir SpaceX verkfræðingar á tunglinu að borða skyr og það að þetta er alveg ágætt líkur að þetta takist, hann fekk skyr og hann er prófa og ég man að ég var eitthvað að rétt með þetta og kom eitthvað svona fát á hann sko, að því að hún fannst hann eitthvað að þurfa að endurgjalda og þá var eitthvað svona tungstein kubbur á borðinu og hérna er tungstein kubbur sem ég var að gema handa þess og svo erum við bara í 5 tíma held ég, fundarherberginu að ræða bara gervigreind, tölvuleiki vísindaskálskap, framtíð mannkins og bara alltaf þessu hluti. Ég var að spyrja, hvernig er Elon Musk? Kemur hann til dyrna svona klæddur, stjörnustælar, eitthvað? Bara ekki neitt sko. Hann er bara, þetta var eins og að vera á okkur brainstorm fundi bara. Með einhverjum forritara bara? Já, bara, það var bara bókstaflega þannig sko. Og hann þótti mikið til þess koma að við höfum gert Eve Online. Við vorum 5 saman og og hann var bara frekar upp með sér. Hann var að hitta fólki sem hann gert Eve Online. Vissi hann eitthvað Íslandi? Já, hann er komið margóft og vissi bara mikið Ísland. Og já. Sko, mér langar líka að spyrja út í Demis Hassabis sem var fór fyrir DeepMind þegar Google kaupir minni hlut í Fenris. Já. Sko, og líka bara því að eins og við höfum komið inn á í upphafið þáttar, Ífheimurinn líkist á margar náttúr raunverulegu hagkerfi og hermir hegðun fólks í raunheimum, en þetta á sér allt stað inn í tölvuleiknum í stafrænu umhverfi og þá gefst tækifæri að halda mun betri skrá og safna gögnum sem ellegar væri kannski ómögulegt. Þannig að því við vorum að tala um þetta index og þessar upplýsingar og aðgengi að þeim. Er þetta ekki í einhverju skilningi svona allsnægt að kista fyrir fyrirtæki á borði Google og DeepMind? Sko, mörguleiti ekki. Nei. Ekki það að þetta sé rangt. Þetta er samt ekki það sem er áhugavert við það. Sko, nú saga DeepMind mjög samofin tölvuleikjasögunni og þá sérstaklega saga Demis. Hann var náttúrulega, þegar ég voru að spila skák, hann var náttúrulega bara að höstla skákmótum í Bretlandi 9 ára gamall fyrir peninga að þykast vera 9 ára, já, það var nú ekki erfitt, hann var 9 ára og bara að vinna fólkur fjár af fólki sem að datt ekki huga að vera svona góður í þessu
og svo fer hann að vinna hjá tölvuleikjafyrirtæki í Bretlandi með Peter Molyneux og gerir þarna ansi merkilega leiki þá sérstaklega myndum maður nú nefna til Theme Park og Black and White forritar gerfugreitinni í Black and White sem var bara mjög svona framúrstefnuleg á sínum tíma og svo svona það sem verður mjög frægt í Bretlandi þá sem sagt hættir hann að vinna með Peter Molyneux og fer í háskóla til að taka próf til að geta farið og búið til alvöru gerfugreind og Peter Molyneux býður honum £1 million til að ekki fara í skóla og á þessum tíma og fyrir demis voru þetta bara rosa miklu peningar og þetta alveg Peningar í dag? Já, það eru peningar í dag en þetta voru alveg sérstaklega mikið og algjörlega óheyrt í tölvuleikjabransanum sko. Tölvuleikjabransanum þessum árum var nú svona bara í starthólunum og þetta var bara gjörsamlega óheyrt. Hann segir nei takk og fer og nær sér í nokkrar doktorsgráður kemur svo að stofnar DeepMind og þar byrjaði þeir að nota tölvuleiki til að þjálfa gervugreindina í því að læra sem sagt fyrst nota þeir gamla Atari-leiki og svo nota þeir kínversku skákina Go og þar í rauninni verður til það sem seinna meir verður AlphaFold þar sem að í rauninni það sem Demis fekk Nobelsverðlaun fyrir og á þessu tímabili þeir að selja til Google mann ekki alveg sko, ég held að DeepMind sé stofna mögulega 2012, ekki að selja 2014 og það gerðu þeir sko framhjá Elon Musk. Elon Musk var sko mikið að reyna að kaupa DeepMind þannig að hann og Demis ganga mjög langt aftur og í rauninni þá þegar Elon Musk stofnar OpenAI sem að svona ykkur liti líka rænt á honum sko, þannig að hann var búin að missa af DeepMind og OpenAI og nú hann að gera sitt eigið, náttúrulega XAI þannig að vantarlega þriðja tilraunin gengur upp hjá honum. En allavega, þegar þeir voru að nota Go þá var Go sko miklu erfiðara heldur en að gera skák og í rauninni var sko þegar gervigreindin var búin að mastera Go þá hafði hann miklu meiri áhrif á Go heldur en skák af því að Go miklu flóknari leikur og þarna verður það sem kallað Move 37 sem sem sagt AlphaGo að keppa við besta mannin í heiminum sem kóruubúi kemur reyndir ekki sammálaði hans bestur því hann kóruubúi flókimál en DeepMind gerir leik sem heitir leikur 37 sem var bara einhver leikur sem að engum hafði dottið í hugum myndi virka í Go endar með að vinna og það umturnar bara hvernig mannverur spila Go að því það er einhvern dottið í hug að spila þetta svona við erum að spila hann bara eins í 3000 ár þannig að þessi saga að taka yfirgengilega erfiðaleiki ná einhverjum tökum á þeim leiðir til framþróun gervugreindar hún alveg samofin inn í DeepMind næsti leikur sem þeir taka fyrir StarCraft sem svona rauntíma strategileikur sem ég spilaði sjálfur mjög mikið og þeir gera AlphaStar og ég og Demis sko hittumst þarna stutt eftir í flytt til London í byrjun 2017 og þar erum við að leggja plönin að Alpha Eve að það er náttúrulega bara augljóst mál sérstaklega fyrir okkur tveim sem við sem allt tölvuleiki að the final boss of all games væri Eve þannig að það í rauninni miklu meira hvað að gerast af því að Eve svona erfiður eins og við vorum að tala þarna marathonsamlíkingun og allt það þess vegna Eve áhugaverður sem leikur fyrir gervugreind að því að gervugreind bara ekki nógu góð í dag til að geta spilað í. Sko eins, DeepMind, við erum að tala um það, þú veist, það má alveg komin á líka Garry Kasparov tapa náttúrulega fyrir Deep Blue. Já, algjörlega. Það var hlýtur að hafa verið, við vorum ungir hérna, þú veist, falla fættur, kringum aldamótina ekki? Jú. Það hlýtur að hafa verið stórmerkilegt þegar það gerist. Jú, það var stórmerkilegt og ykkur leiti svona, þó að það mánu í rauninni ekki kalla þetta gervigreind. Nei. Það sem að í rauninni við erum kannski betra að kalla það tölva fyrir hlustendur, þetta var skáktölva sem var stofnaði sem aðla og hún vinnur Garry Kasparov í einví Já, þetta í rauninni ofurtölva frá IBM sem heitir Deep Blue og hún notar bara svona decision trees map, sem að fólk bara mapp út alla mögulega stöður
en ekki í rauninni það sem við myndum kalla gervigreind í dag, þó þetta væri svo sem kallaði gervigreind á þeim tíma. Ég myndi frekar segja að þarna vann tölva Kasparov í skák, en þegar að sko AlphaGo vinnur Lee Sedong í Go, þar eru við að tala alveg alvöru gervigreind sem að sko lærði að spila leikinn. Þeir gerðu meira þess að setna meir, gerðu þeirra sem kallast Alpha Zero, þar sem að gervigreindin í rauninni lærði að spila Go, án þess að sjá nokkuð tíman mannlegan leik, bara bjóð til leikjatækni með því að spila við sjálfan sig, en fekk ekkert það sem kallaði sko mannleg gögn. Já, talandum skák, sko, Alpha Zero, það er svona byrjuði menna að púsa hápiðinu og annað, sko, og reyni allt annað, sko, en það sem áhugavert líka, af því að, sorry, ég er alltaf skák áhugamaður, sko, talandum framþróun í þessu, ef Magnús Carlsen mæti bestu skáktölu heim í dag, hann hefur talað um að hann er mögulega ekki sko einu jafntefli í 100 skákum, langbesti skákmaður í heimi. Já. Þannig að það sýnir kannski framþróun á sem 25 Já, ár. en aftur, ef við förum aftur í samtalið störfin, sko það var aldrei fleiri spila skák en í dag. Nei. Samt eru bara einhverju tölvur sem bara getur kert í símanuðinum, bara rústa fólki, en samt bara fólk aldrei meira að spila skák. Nei. Það er eitthvað sannleikur þarna þetta og skák hefur aldrei verið vinsælli. Það hefur mikil framþróun í skák, ekki alveg svo mikið og í Go, en samt. Það er alveg sko, það er búið að svona, eins og veist segja, í daghápiðinu. Það eru komnar svona strategíur sem að voru einhvern veginn ekkert í boði, að því fólk gat ekkert svona tekist á það. Já, ekki tekist á þessar hugmyndir, sko. Og ég held að þetta sé svona mikið til þess að við erum að horfa bara með þennan index, eins og við erum að kalla það, við getum bara að kalla hvað sem nú alls konar fólk að kallast á einhverju þekkingu sem það hafði engan aðgang að áður, bara eins og þú varst að gera í bílskrutnum þínum, veist, bara til ykkur tíma að vera á lífi, menna þetta er bara fáránlegt, bara virkilega, veist, gera einhvern ógeðslega cool leik í bílskrutnum. Því miður mögulega allir að gera það líka. Já. En það er bara frábært. En það er bara frábært. Já, að fagna samkeppninni. Já. Ég er svo spenntur að því að núna, mér finnst svona eins og það sem ég segi að gera, þú veist, ef allir vissu að ég geti gert þetta með mína takmörku tæknilegu þekkingu og jafnvel einhver sem væri með talsvert minni þekkingu en ég með, geti gert þetta, að því við vorum að tala um marathónið og það liði einhver 1000 ára, en þú veist, líka bara fyrsta skipti sem einhver hljóp míluna undir 5 mínútum eða eitthvað svoleiðis, bara leið og fyrst þið gera það, þá sjá mann, allt í nú bara mæta menn í fylkingum á eftir honum, sko. Þannig að ég held að við hefum eftir að sjá snjóhengjuna sem á eftir að hrynja yfir okkur til dæmis í töluleikjaframleiðslu. Já, ég meina hún bara, þú getur mælt hana núna sérstaklega í farsímaleikjum. Já, akkurat. Það er bara útgáfa farsímaleikjum er bara lóðrétt lína upp í loft. Og umsókn í App Store er bara, ekki hvað er mörg á sekúndu? Já, algjörlega. En þetta er magnaður heimur og sko, ég ætla að halda vel að spölum að því að mér langar að ræða eitt og annað við þig, en sko, eitt af því er breytingarnar á eignarhaldi, að því að Perla-Byss kaupir fyrirtækið árið 2018 og samkvæmt einhverju frétt sem ég las hérna þá var talað um að kaupverðið hafi verið 225 milljónir bandaríkjadala og svo hafi verið 200 milljónir viðbót tengda framistöðubónusum sem að náðust ekki eftir sem ég komst næst í heimaðinu þáttarins. Sko nú í maí á þessu ári leið þú hóp fjárfesta og kaupir CCP aftur af Perla-Byss en þá er verið talað um 120 milljónir dala og í kjölfarið fyrirtækið skýrt Fenris Creations. Annað, sko, en að því að maður er líka svona að mæla sko púlsinn á fyrirtækinu og hérna, ég voru ekki með tölunda fyrir 2026 fyrir frammi, en var það ekki í flottu vindali hjá Þórarni í Hjartarsinni sem hún talaði um að bara nóvember og desember árið 2025 hefði verið einmitt stærstu mánuðinni tekjulega séð í frá upphafi. Jú, nóvember var stærstur og desember næst stærstur. Nú var stærsta vika í allri sögu Ív, núna í júní. Þannig að Ív er bara mjög fínu gengi, sko, og svo erum við að gera 2 ára nýja leiki. Sko, þetta er náttúrulega bara mikil baksa og bak við þetta allt, sko, og hérna, þetta er nú svona einhverju leiti, svona, við erum einhver smásaga í stærri sögu tölvuleiki. Veist, þegar við seljum til Perla-Byss, þá eru tölvuleiki bara, tölvuleiki fyrirtæki, veist, verðmetin mjög hátt, bara á margföldurum. Veist, það er, hérna, menn sáu fyrir sér mikla framtíð og náttúrulega brýst hún út alveg kröftulega í, hérna, COVID. Þar alveg voru tölvuleikir bara sprungu út, sko. Ég held að það verið 30% aukning hjá okkur, hérna, 2020 og bara
veist, við erum loksins að slá þau með núna í þessum metum sem voru hérna á síðast ári. Þannig að sko þannig að það kannski, veist, ef við horfum á verðið að hérna þetta var allavega verð sem ég gæti fengið til að samþykja hjá Polabis og ég var náttúrulega bara út að það niður sem það voru mínir hagsmunir í þeirri útgerð sko. En það voru mikla stefnubreitingar hjá þeim. Þau voru búin að skipta mannskap í brúnni og það var svona ferskur mannskapur komin að þannig að, veist, maður gæti svona lesi stöðuna. Það var fólk sem hafði bara upside. Þeir voru búin að vera að sýsla með leik sem heitir Crimson Desert. Ótrúlega góða leikur. Mæli alla fara að spila hann. Bara mjög mæli með, sko. Ég held að ég er búin að spila 300 klukktíma af þeim leik og það er ekki eins og ég er 300 klukktíma eitthvað til að vera í rauninni að gera þetta, þó ég er búið til. En allavega við vorum búin að gera alls konar plönum að vinna í leikjum saman og eitthvað svoleiðis. Og í rauninni það var bara augljóslega ekkert að fara að gerast. Og þeir komið hérna eftir áætlun með sinn leik, nýr mannskapur. En var fyrirtæki í einhverju söluferðli eða var þetta bara offer you couldn't refuse? Já, ég bara kom til þeirra og bara, jæja, 7 ár, þetta er ekki bara gott. Já. Hérna, og þau voru bara til, hérna, og bara, hérna, eins og ég segi, nýr mannskapur komin inn, veist, hinn í farnir, það var enginn að missa heiður, sem er mikið atriði í hvoru, og hérna, og ég sá fyrir mér tækifæri náttúrulega bara í því sem við erum að gera og þá sérstaklega gervigreindinni og hérna tók þarna samtal við Demis og hér eru við. Hér eru við í dag. Á svakalega spennandi tímum bæði fyrir alla en sérstaklega fyrir Íf. Manni finnst þetta virkilega merkilegt allt saman sko en við ætlum að kveðja Íf í bili af því að þú ert auðvitað það er búið að skipa því í vísinda- og nýsköpunarráð þar sem þú setja og munt setja því minnsta út 2027 og hefur verið duglegur að tala fyrir aukinni fjárfestingu og nýsköpun á Íslandi og mér langaði þess að ræða við erlenda fjárfestingu og umhverfi hérna á Íslandi í nýsköpun. Sko, já, byrjum bara á opinni spurningu aftur. Hvernig horfir umhverfið við þér í dag? Sko, hérna, umhverfið held ég að sé ótt að segja hafi umturnast. Hérna, ég var nú að taka saman einhverju tölur, sko. Hérna, ég held nú ræðu þessi mál á iðnþingi 2014 og þá var svona söngurinn einhvern veginn Össur Marel CCP veist, getum við ekki gert meira svona og maður hafi nú ýmsa meiningar hvernig væri hægt að gera það og svo ef maður svona verið að svona veist, kynna sér hvernig þetta er gert í öðrum löndum hvernig við getum bætt umhverju hér á nú hérna til dæmis þetta endurgreiðslukerfi á rannsóknum og þróun sem er svona verið í þróun á Íslandi núna í, já þetta byrjar 2010 stengurum í jóð í fjármálaráðuneytinu að móka flórin og finnum tíma til að koma þessu á í eitthvað svona mýflugmynd og líka svona til að koma fleiri dæmi að þetta gangi vel, ég meina Keresis náttúrulega gjörsanlega frábært dæmi hérna Atnorð gagnaverið, annað alveg mega áhugavert, undarlega lítil umfjöllun það. Mjög lítil, það er merkilega með hvað þetta er risastórt batteri og flott sala. $4 billion díl, sko. Hérna, þetta er alveg bara, þetta er rosalega, sko. Já. Og ég bara, maður bara frekar hissa hvað, einhvern veginn, það verðist engin vita neitt, sko. Og svo náttúrulega bara, veist, eru Íslendingar, sko, í gegnum lífeyrissjóðina að fjárfesta bara mjög mikið í nýsköpun í Bandaríkjunum. Sko 40% af öllum peningum í lífeyrissjóðum Íslendinga eru eiginlega bara að fjárfesta í nýsköpun í Bandaríkjunum. Og ég hef svona verið að tala við því að, veist, það er örgulega bara hér bestamál, sko, en það verðast nú allir gera þetta. Evrópubúar gera það, við gerum það og Bandaríkjamenn sjálfur. Það verðist enginn vera fjárfestaninn alvöru peningum neinstaðar nema í Bandaríkjunum. Það eru alveg bara, það eru Kínverjar, það eru Kanadabúar og þarna er náttúrulega sko þetta óheyrilega forskot Bandaríkjana er þessi fjárfestingar sko svona hringiða sem þeir eru búin að búa til náttúrulega yfir áratugi af því að byggja menninguna, skilningin, trúna, festuna, gegnum upp og niður gang og annað slíkt.
Þetta nú það sem að veist, öll þessi Draghi-skýrsla, allt þetta byggsetna á Íslandi og ég veit ekki hvað, að bara Bandaríkin soga til sín alla peninga í einhverja áhættufjárfestingar, af því að þar árangurinn, menningin og annað slíkt. Og meiri segja nú í síðkastið soga, ég var nú að telja þau bara 40 billjón dollara fyrirtæki sem að flutt sig frá Evrópu til Bandaríkjanna á síðust 10 árum og eru nú ekki mörg slík fyrirtæki í Evrópu til að byrja með, sko. Og ég held svona mín greining á því að nú erum við komin eitthvað á legg með þetta, það ekki bara Össur Marel, CCP, heldur Kerecis, Atnorð og bara mikil flóra og núna 2025 var sem sagt næstæsta útflutningsgrein Íslendinga undan sjávarútveginum eftir ferðabransanum og öllum reiknast nú til að hugverkaiðnaðurinn, tækni og hugverkaiðnaður verði stærsta útlendingsstóðin 2030 þá í rauninni fari tækni og hugverkageirinn fram úr ferðaþjónustunni og það sem svo áhugavert við þennan geira því hann hefur ekki þessi takmörk sem að svona raunveruleika hagkerfið hefur veist, það bara svona mikið af fiskum sem við getum veitt þó við sem að gera náttúrulega betri og betri verðmæti út úr því eftir samanbyrg Kerecis Kerecis búin að hækka útlendis afurðir þorskafla 13%. Pælið í þessu. Magnað. Við sko, Guðmundur Fentram tókst að selja dulum slór. Veist, þetta er bara... Það er bara staðan. Það er bara staðan. Þetta er bara vel yfir öllum væntingum, sko. Og ég held að við ættum nú kannski bara að fara að vera með meira svona sjálfströst hvað þetta varðar. Og það er alveg byggjast til svona mekanik í kringum þetta. Það eru komin svona sérstakir sjóðir sem að læra að gera þetta með aðstoð lífeyrissjóðanum. Það var gerð bara mjög mikilvæg breyting á umgjörði lífeyrissjóða sem líka fór lítið fyrir hérna bara fyrir árinu, það var ekkert upp hann í maí held ég. Já. Það sem aðeins fyrir að færast yfir í það sem kallast prudent person principle sem eiginlega allir í heiminum eru búin að færa sig yfir. OECD, Seðlabanki Íslands eru búin að mæla með því að við gerum það. Náttúrulega lífeyrissjóðakerfið orðið tvöföld þjóðaframleiðsla. Ekki rýmri heimildir til að fjárfesti? Sko, það er rauninni setja ábyrgðina á fjárfestingunum í lífeyrissjóðana sjálfa, ekki inn í miðstýrða löggjöf á Alþingi. Og að því að við vorum kannski með eitthvað 30-40 lífeyrissjóðu nú búið að fækka undir 20, bara, veist, mikill mannúður í þessum sjóðum að sko vera með meiri kannski breytt í nálgunum. Þetta er náttúrulega orðið svolítið einhæft að því að löggjöfin stýrir því inni bara box og það eiginlega enda allir bara í sama boxinu. Og það er einhvern veginn þannig, sko, 40% í rauninni bara fjárfest í Bandaríkjunum, 40% kaupa ríkisskuldabréf og vonandi verður minna af þeim til sölu því við ætlum að reka ríkissjóði Plus. Það þarf ekki að vera að gefa út allir skuldabréf, þannig að það hverfur. Fyrir utan að lífeyrissjóður að kaupa ríkisskuldabréf í íslenska ríkinu, náttúrulega bara, veist, þetta er einn partur af hagkerfis vesen okkar, þetta er bara svona ormur sem getur sjálf að segja innan, þetta verður ekki af neinu. Veist, ég er ekki að segja ríkisstar sem er búið ekki til virðisauka, en hún býr miklu minni virðisauka og þú flyttur hann ekki út. Ríkisstar sem er ekki útflutningsvara. Og ekki verðmætaskapandi, nei. Já, hún kannski býr til afleit verðmæti, skiptir máli að gera þetta vel. Og en allavega 40% af fjárfesti í Bandaríkjunum, 40% í að kaupa ríkisskuldabréf og svo held ég 16% fer í kauphöllinu á Íslandi. Þið vitið það nú betur en ég hver 21 fyrirtæki í kauphöllinni. Eitthvað svo leiðis og við eigum þetta allt. Já, 20 lífeyrissjóðir, kaupa 21 fyrirtæki. Veist, þetta er bara jafnan sem gengur ekki Ég meina það er bara sama hvað fyrirtæki bendur á við bara eigum þetta, skilur við. Já, bara íslenska þjóðin ekki en lífeyrissjóðana er bara að kaupa og selja á sjálfum sér. Já. Og svo skilur enginn okkur sem engir hreyfanleiki. Nei, en það náttúrulega, veist, að búa til einhverja ný sköpun inn í þetta kerfi og þá, sko, það er 4% sem eftir er hana, ykkur að fylgjast með starfræðinni og þessi 4% einhverju leiti eru svona í það sem myndi kallast private equity eða private investments og ég held að, sko, við myndum byggja það eins upp, bara taka þá úr 4% í 6%, minnka Ameríkusneiðina úr 38% í 40% í 38, það myndi vera bara umturnun á kerfinu hér. Vissulega er gott að gera þetta eins og er gert í gegnum ykkur á sjóði sem sérhafi sig, byggja upp manniðin þar, það að læra að vera fjárfestir er alveg hörkupúl, mjög erfitt að þjálfa það upp, það er yfirleitt svona 7 ára
sko, Lærdómskúrfa. já, þú veist ekki niðurstöðuna fyrir 7 ára setna, sko, svona meðaltali og ef við getum bætt það ofan á þar sem nú þegar er bara að gerast með þessari rosalegu vöxti, veist, þetta er að verða stærsta útlendingsstöðin og þegar hún komið fyrir þann vind og við bætum þessu ofan á og svo gervigreindinni, þar sem að allir Íslendingar í öllum bílskúrum eru bara með aðganga allri mannlegri þekkingu, veist, hérna yfir til út á internetinu, þá er byltingin þá, en veist, gervigreinda-byltingin er alveg bara sér hönnuð fyrir Íslendinga. Það maður sér það alveg langa leiðir. Allt þetta svona, allt múlík, hérna, almenn þekking og grúsk og svona, þetta er bara, við erum bara hinn fullkomna dýrategund. Ég verð að spyrja, hafa aldrei pælt í að skrá CCP á Íslandi? Nei. Nei? Nei, við höfum ekki pælt í því. Nei. Hérna, Einhver ástæða verið því? Já, sko, það var norskt leikjafyrirtæki sem er ennþá til, heitir Funcom. Það var skráð í Noregi og hérna, og svo hafa mörg fyrirtæki verið skráð í Svíþjóð og sko, það verður svo grunn umfjöllun fyrirtækin. Því fólk skilur þetta ekki. Því að veist, það getur engin fjárfest í svona vertikal, sko. Nei, við höfum séð eitt bara svona dæmi í Íslandi og það, eins og þú segir, kannski bara fólk almennu, þú veist, vita fjárfestar sem eru bara einhverju kúrekar, vita ekkert hvað það snýst. Það voða erfitt að reka, sko, svona sérhafðan kannski útgáfuflokk á mjög litlu markaði. Það verður að gerast á stærri markaði. Bara, og meiri segja Funcom í Noregi og svo, já, nokkur fyrirtæki, þau eru nú nokkur í Svíþjóð, þannig að gengið aðeins betur þar. Það er Paradox, Stillfront, aðrir sem hefur gengið verð, þannig bara svo það er. En maður bara sér bara dýftin á allir umfjöllun og allir samtali fyrirtæki og næst aldrei upp á það level sem það þarf að vera, sko. Þannig að svona, hvað við segja, svona, hvernig fólk allokerar fjárfestingum, veist. Ég held að það muni ekki gerast hér. Nei. Hérna, og við erum svona meira, sko, hort til þess að já, svona eins og við höfum verið. Nú höfum við verið inn í 2 public fyrirtækjum. Já. Hérna, Suðurkófur og búðirnir skráðir og erum svona óbeint núna með Google sem, hérna, minnihlutafjárfestir. Það fær maður dásamlega innsýn inn í hvað það getur verið flókið að vera Google. Já, ég trúi því, ákveðlega. Óriku, forskot á framtíðina, það er nú betur mikilvægt núna og sérstaklega fyrir þá sem er að hlusta á þennan þátt sem eru kafdjúpir í tækninni. Það hefur aldrei verið mikilvægara. Að tilengja sér stafrænt vinnuafl og stafræna gervigreind. Origo er þjónustu og þekkingafyrirtæki og þekkingarhús sem vinnur með fyrirtækjum í að ná forskoti í breyttum heimi þar sem að tækni skiptir öllu máli. Þeir vinna þetta líka með Microsoft. Payday. Við tókum nú grafíska hönnuði sem dæmi síðast. Já, við getum tekið pípara, við getum tekið tónlistamenn. Hvaða einirti sem er. Við erum í þessum small to medium enterprises eða þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum en sem eru ekki kannski með heila fjármáladeilda bak við sig, sko? Nei, þá getur verið svakalega gott að vera líka bara og það sem auðvitað er mælaborðið fallegt og allt, þeir passu upp á allt sé upp á 10 þægilegt í notkun og einfalt að það auðvitað kemur einstaklega sinnum upp á að þú veist ekki alveg hvert þú ert að leita, þú ert kannski, já, ef að segja ekki komið með vasknúmer eða þarft að skila inn einhverju staðgreiðsluskrá, bara allt svona eftir einhverjum vafa, þá hendur bara á F-spjallið og innan við mínútu, alla jafna eru þið bara mættir, svaraði bara hæl herðu, þetta er bara svona, þú græðir þetta hér. Svo eru þið líka betri, svo eru þið líka sko spontant, þeir sendaði mail og segja, herðu, gamlega, þú eftir að skila vasknum, sko, þeir eru algjör snillingar. Komdu heim í reynt hús, auglýst á Giggo, getur mert auglýsingana með heimilsrum og Giggo lætur yfir 2000 tuskóða giggar að vita að þú óskir eftir þeirra aðstoð. Já, takk. 2000 tuskóðir giggar. Elko, Galaxy Book 5 tölvan, hún er mætt, Samsung Galaxy Book 6 tölvan, hún er þunn, hún er létt og hún er hönnuð fyrir skapandi einstaklingar sem eru á ferðinni. Hvað kostar þetta, 1 milljón eða? Nei, hafðu engar ágjur af þessu, þetta er 114.995 krónur. Já, takk. Knúin af Intel Core Ultra 5 örgjörfa. Svo eru heyrnartól í Kaupauka, sko, ég er ekki að grínast. Sessor, fyrsta skrefið er auðvitað bara að hafa samband við Sessor og kynningafundurinn er frýr, þar sem að þeir svona aðeins sjá og þreifa á þér og þínum rekstri. Hvað er þetta umfangsmikið? Og hvernig þeir geta orðið að liða, því að þeir eru auðvitað í bókhaldinu, en þeir eru ekkert bara þar. Nei. Þeir eru með alls konar stafræna þjónustu einnig og þú bókar eins og ég segi
frían kynningafund á sessor.is eða getur alltaf senda strákana á sessor@sessor.is en það samt frábær punktur sem þú nefnir sko í sambandi við bara þekkinguna sem við þurfum að skapa og mynda hér á Íslandi til að mynda í formi fjárfestinga og fjárfesta og fjárfestingastjóra sko að þeim meðast brilljant sem þú nefndir líka hjá Þórarni aftur, einpæling, frábært hlaðvarp með sko hvað gerist í Íslandi eftir Skype og þekkinguna sem myndaðist þar og það sem spratt út frá því og einhvern veginn sem vatt upp á sig sko. Já, sko það eiginlega annað mjög skemmtilegt dæmi sem að fólk hætti kannski að kynna sér aðeins með aðstoð gervigreindar sko ARM í Bretlandi ARM sem sko örgjörfin í öllum eiginlega bara öllum símum sem sagt það breskt fyrirtæki sem býr til bara eins og hört með Intel og AMD og Nvidia að sem sagt sá arkitektur sem stærstur ARM arkitekturinn og þau eru reyni bara búið til hugverkið eru ekki að búið til kuppana sjálfa þau eru reyni selja hugverkið til Apple vinnur svo með TSMC í Taiwan til að búið til A19 og 20 hvað kallað þetta en þetta fyrirtæki í Bretlandi það löng saga og eins og gervigreindin og annað slíkt og þar komu lífeyrissjóðir í Bretlandi ansi vel að því verki síðan eitt snúningurinn tekin parti alltaf Nvidia að kaupa þetta og svo var hann gaurinn í Japan blanka hvað hann heitir hann kaupir það annað slíkt og það var svona síðasti parturinn af leiðinni sem var hægt að kalla eitthvað Series F eða eitthvað svo leiðist það voru löng fjármögnuna leið þar var langmesta verðmætasköpunin og lífeyrissjóðir í Bretlandi sko segja, nei, ok þetta nú orðið svolítið hátt verð þeir höfðu bara ekki ímyndunar til að sjá fyrir sér að bresk fyrirtæki, þetta orðið svona verðmikið bara datta ekki í hug það var komið eitthvað $10 billion og eitthvað svo leiðis, það getur aldrei orðið svona mikið, svo var það svo mikið ég held að þú myndir taka eitthvað raunverði á ARM núna þú ert örugglega bara að nálgast $1 trillion sko. Hvernig á maður að vera með þetta töluleiki fyrirtæki? Þessi góð. Já, þessi góð. Sko, það eru alveg einfaldar aðferðir til að gera það. Okay. Og í rauninni, sko, eins og þau höfum að koma saman sem hóp, að kaupa nú Fenris tilbaka að Kórubónum. Ég meina, þá tóku við bara EBITDA úr EVE-Online og ég meina, hún bara eins og við séum landsvirkjun veist, það bara mallar inn peningar það bara, við erum í rauninni að flýta þetta fólk ekki að fara neitt og það bara sést úr bara okkar tekju þróun bara kassflótið óhundarlega já, það bara og núna segir maður bara íva eilifu bara eins og, ég veit ekki, bara landsvirkjun eilifu, veist, þetta bara svona og þá hægt að bara búa til bara svona mjög klassískan margfaldar á það og það verður kannski svona bakbeinið í að þetta góð fjárfesting þetta ekki að fara, þetta svona þetta í svona rólegum vexti og mun halda áfram en svo allt þetta sem við erum að leggja ofan á það sko við erum náttúrulega að gera 2 leiki eitt opið hagkerfisleikurinn á Balkakeðjunni svo erum við að gera skotleik og svo erum við komni bara í sko framþróun og gervigreind með Google einmitt og veist, og það bara, ok, hérna í 100 miljóna hérna í nokkur 100 miljónum hérna í billjónum og einhvers það eru triljónir sko, ég bara, veist En hvernig afsengirinn frá mér verðnæfni, verðteikni hækkar gjaldi úr $20 í $30 sérðu mikið brottfall þið bælið þessu líklega daglega? Já, sko við hækkuðum verðið fyrir ekki svo löngu síðan var ekki 22 og fólk var ekki sátt það var enginn að fagna því En hláttum að spila en allir áfram að spila Já, það er líka merkið sem hún nefnir sko með ólíka margfaldara þarna á þessum starfsemi sem þeir eru í sko en það er bara, sorry, ég ætla bara að segja þetta er bara pjúr EBITDA margfaldari ekkert eitthvað hvað margir að spila eða, Sko í grunninn til þegar maður bara með einföldus útgáfun af þessu hérna sko bedrockið á bakveit allt sem er EVE-Online auðvitað getur maður farið út í dýpri vísindi en hitt keisið bara svo einfalt maður vil bara hafa því einfaldari sögurnar eru því betri sko og þá getur maður líka bara eitt meiri tíma í það sem við erum síðan að fara að gera sko við erum svo bara, veist, í rosalegri útgerð ofan á það
og ef eitthvað af því gengur vel upp þá náttúrulega bara sky's the limit sko. Sko, ég veit að það spyrir náttúrulega í ESB næsta ekki. Sko, það sem ég ætlaði fyrst að segja, ég þarf bara að setja höndunum á mér að halda ekki áfram með Íva því þetta er svo áhugavert og það er svo mikið spurning sem að ég hef ekki komið að, Já, ég ætlaði bara að spyrja að því ég held að þjóðin sem að hlusta, stór hlutaðan allavega, ráningin Áslaug Örnu, bara til hamingju með frábæran liðstyrk, hún nú komið til okkur næstu þáttum, hún opnaði aðeins á hvað hún að fara að gera þarna, en það kannski opna líka bara á annað spektrum að þið eru ekki bara að hóla í töluleikina. Nei, það er náttúrulega tengist þessari gervigreindar útgerð og sko, við erum svona að vinna svolítið með þessa hugmynd að, ok, nú eru konum með þessa gervigreind. Það veit enginn hvernig þetta virkar. Bara enginn. Og þeir sem þykjast veit eitthvað, þeir vita ekki neitt, sko. Þeir vita minnst þóttast. Já, þetta er svona Dunner-Kruger kurva, sko. Það er hérna, fólki sem actually veit eitthvað, það er alveg bara komin í botnin, það veit ekki neitt, sko. Hérna, og það er það fólk, veist, ef hérna, hlustar á Daríu og Amadei og Demis tala þetta, þeir augljóslega veit ekki neitt, við erum ekkert að fela það. Viskar vita hvað maður veit lítið. Já, og þannig að, veist, við erum á þeim stað og nú er náttúrulega gervigreindin farin að brjótast inn í tölvukerfi, hún er farin að, veist, gera alls konar fyrirbæri og öllum óverum og þetta heldur áfram, leysa starffræði, finna upp nýja eðlisfræði, veist, við erum bara eftir að rúlla þessu út núna. Og það vantar eitthvað svona umhverfi til að prófa hana áður en að við sleppum henni lausri í raunveruleikunum. Og þá eru svona leikir eins og EVE Online og EVE Frontier alveg frábærar tilraunastofur til að sleppa þeim lausum inn í sko mjög flóknu vistkerfi þar sem að gervigreind og fólk er að vinna saman og sundur og er í stríði og annað slíkt, bara eins og ævintýri sem EVE Online er. Og við erum kannski meira að hugsa með þetta í nýja leiknum Frontier því að við náttúrulega þurfum líka að passa í EVE Online. Hérna, gervigreindi má ekki taka all störfin þar, bókstaflega þannig sem við hugsa með það. En í Frontier og við erum búin að skrifa þetta inn í baksöguna fyrir mörgum árum síðan á að vera bara stríðið hugmyndina, höfum við sálið ekki, sem er svona pælingin er eitthvað sérstakt við mannfólk eða erum við bara eitthvað svona prósess sem að bara gera betur. Og, cool. Ja, og við vorum búin að skrifa þetta inn áður sko. og það bara passar alveg eins og flísveras en það er mikil pólitík að fá öll gervigreinda fyrirtækin til að samþykja það að þetta sé góð hugmynd eitthvað íslenskt fyrirtæki sem búið til tilrauna eldur / leikvöld fyrir þau að sína okkur öllum að það sé í lagi með þetta að þetta verður mjög exposing sko, fólk sem að eðlilega. Já, fólk sem er að horfa á þetta bara í beinni útsendingu bara eins og allar þessar sögur með EVE að hitt og þetta hafi gerst og þessi var að svíkja hinn og eitthvað svoleiðis að leyfa þessu kannski aðeins að spila betur út í ykkur eins og EVE Frontier áður en þetta bara spilast út í raunveruleikunum þannig að áður en bara gervigrindurinn komið með geimflögur og dróna og ég veit ekki hvað sjáum bara hvernig hún stendur sig og hvað er að tjónka við hana að hún sé ekki gera einhverja tóma steipu í raunveruleikunum og það er nú gott að fá bardagakynnt í það. Já, gott að fá góða pólitíkus í það. En já, þú ert að reyna samspárbreyki, ég ætlaði einmitt að færa mig í Ísland og Evrópusambandið. Það þekki það ágætlega. Og mér langaði bara að spyrja þig fyrst til maður, hvað er verið að kjósa? Sko Má ég spyrja, hvað ætlað þú að kjósa? Sko, ég ætla að kjósa nei. Já. Og það er kannski full ástæða að útskýra það því nú svona... Gjörðu svo. Í gegnum tíðina hefur verið svona, maður hefði haldið já sinnaður, eða hvað? Já, ég hef alveg verið... Það var mikið fyrir erlendum gjaldmiðli? Já, sko, ég og íslenska krónan eigum bara mjög erfitt samband. Toxic. Já, það er bara mjög erfitt samband. og þetta gengur aftur í ættir, sko. Já. Pabbi minn hefur erfitt samband þannig að ég hef erfitt samband þannig að þetta er bara erfitt. Þú ert ekki einnið það? Nei, þetta er bara... Maður er tilbúin að drekka ýmsa bitra kallega til að bara vinna eitthvað með þetta, sko. Og einhvern tíma, ég held ég nú ræðu 2014 hann að þengi hvað íslenska krónan hefði farið illa með CCB. Einmitt. Sem hún vissilega gerði, sko, 2005. Það, þegar hún fór hann í ansi rest styrkingaferli. Það bara fyrirtæki byrjar í hagnaði
og endar í tapi bara innan ársins Og ekki tengt ykkur. Og reksturinn stöðugur. og reksturinn í vexti sko. En það bara, veist, bara íslenska krónan bara býtur okkur í hella. Þetta var bara mjög traumatizing sko. Og svo náttúrulega jöfnuð og því eins og öðru sko, og maður náttúrulega læri leksur af allu. Það er ekkert sem trippum maður ekki endalega, gerir maður ekki sterkari sko. Jú. Og svo náttúrulega kemur skilaskylda gjaldeyris sem laumað þarna nóttina 2008 og mjög áhugaverð sko, ég mani var bókstaflega í tölvunum minni nóttina sem laumaði gegnum Alþingi. Ég heldur að rifja þetta fyrir hlustendum. Já, ok, sér þess að 2008 kom smá hikst í kerfið sem að segja nú ekki meira. Eins og fólk þekkir, já. Og það var gripið í gamalt tól sem eru gjaldeyrisöft. En sko gjaldeyrisöft eru sett inn í lögin að þetta er kallað skilaskylda á erlendum gjaldeyri. Og ég var nú bara þarna búin að vera ansið pungsveitur í að láta þetta allt virka og ég bara skilaskylda. Ég fekk þetta aldrei lánað. Það eru bara peningar sem fólk borgaði okkur fyrir að spila tölvuleikinn og ég fyrir að skila þeim. Og svo bara 20 ára fangelsi sem maður skilar ekki peningurum. Og þetta var nú annað svona trómamálið. Og þetta hélt í mikra ræðu þannig 2014 hvað þetta hefur nú verið erfitt. Og það er nú erfitt að fyrirgefa þetta. Þetta var, þessi tveir atburðir voru ekki góðir. Þetta svíður. Þetta svíður. Og þá var maður kannski tilbúin að, já, það nú kannski þetta skrifræðisblokkin þarna hinum megin. Kannski það eitthvað. Og ég var nú svona heilt yfir spenntur við því. En svo var maður líka bara að skoða niðurstöður sko tilrauninnar sem kerst síðan sko. Ég náttúrulega flutti til Bretlands fyrir 10 árum síðan og ég lendi með fjölskylduna í Bretlandi 6 vikum eftir að Brexit-kostningin sem sagt fjallatna 52-48 og það var svona mikið svona mannfræði verkefni að skilja Bretan í þeirra frekar flóknu afstöðu þessa kostningu og líka bara Evrópusambandið. Evrópusambandið ekki vinsæl útgerð í Bretlandi þó svo að þetta Brexit fyrirkomulega var nú einhver svona killibóð og pakkatilbóð sem gengu ekki eftir. Þau sjá eftir þessu í dag, eða með það sem maður les og heyri? Já, ég meina það eru alveg fullt af fólki sem sér eftir þessu sem að og mögulega sko þeir allavega ekki búin að gera mikið við þetta frelsi sem þeir töldu sig verið að eignast en ég held að við sem kannski horfa á aðeins annað sko líka, nú var Bretland þarna 47 ár í Evrópusambandinu gengur svo út og nú erum við búin að sjá þarna óheyrilega mikinn óstöðuleika sérstaklega pólitískan. Ég held að þessi bara búin að týna hæfileikunum til að vera sjálfstæð þjóð. Ég held að vera þeirra í Evrópusambandinu hafi bara rænt á hæfileikunum til að standa á einn spýtur. Bergur Ebbi sagði að vera í Evrópusambandinu sem vera með engaþjálfari rektinni sko. Já. Svo þá maður að gera allt sjálfur. Já, svo þá maður að gera allt sjálfur og þeir bara geta það ekki. Þeir bara vanir hinnu. Já, þeir bara mæti ekki gimmið. Þeir er enginn að skikka það til sko. Já. Ég myndi nú segja að við erum að horfa á það og kannski þurfa við bara að ganga þarna aftur inn. En allavega mín svona niðurstaða af þessu að sko, þeir gengu út og það er eitthvað sem liggur fyrir. Og það er bara svolítið mikið annað Evrópusamband sem að í boði núna heldur en þegar Bretar voru með. Klárt. Af því að það er eitthvað svona dýnamík á milli Frakka, Þjóðverja og Breta sem verður eitthvað svona þriggja lappa stóll sem að heldur eitthvað svona jafnvægi og það er óþól Breta á bara frökkum að Þjóðverjum og þeim hvor öðrum þetta eru í grunninn til frekar ólíka þjóðir þannig að kannski Frakkar eru mjög áfram allt skrifræði og Þjóðverjar mjög áfram alla bara búið til endalauskerfi og svo Bretinn svona svolítið í pönkinu vilja vera svona á einn spýtur og það sé ekki á mikið af reglum. Þessi dýnamík held ég að hafi sko haldið þeim svolítið svona í einhverju svona balans
að því að það augljóslega eitthvað komið úr balans núna hjá Evrópusambandinu. Það bara gengur ekki neitt með neitt og maður þarf ekkert eitthvað veist, þegar kemur að fyrirtækjarekstri hagkerfið og annað slíkt en maður skrifa náttúrulega bara inn að margum töluðu dragiskíslu sem fer bara mjög vel yfir þetta og svo eru bara niðurstöðurnar sko ég var nú að teiknaði upp 2014 því ég held þess að ræðu þá Evrópusambandið stærsta hagstjórnarsvæði í heimi. Þeir voru stærri en Kína og Bandaríkin. Nú þeir minna en bæði ef maður purchase parity jafnar það sko. Þannig að nú eru komin eftir, þau fara frá því að vera stærstir, reyndar með Bretar voru högg bara prósentilega séð sko, en síðan hefur, ég meina, sko, Þýskaland ekki búið að vaksa, verið minkað sem hagkerfi og þetta bara gegnsýrt þarna út allt. Og maður náttúrulega lifir með Evrópusambandinu, veist, ég mann innleiðingu GDPR hjá CSB, almáttugur. En við gera það svo sem ennþá eftir í dag. Já, veist, það þarf ekki að gullhúða og blíhúða þetta allt, sko. Svo við erum að gera. En það var nú svona annað, það var nú svona trauma moment, sko. Það var hérna skilaskyldan og GDPR, veist. Og það var eitthvað svona í mann, sko, við erum búin að vinna í þessu í 6 mánuði, alveg daglegi fundir, alls konar dót og enn þann dag í dag, þar ég verið að tala við hérna data protection officerin okkar sem við leigjum hjá Logos veist, má ég tengja þetta gervigeindarforrit við þetta inn í mínu eigin fyrirtæki með mínu eigin gögn og það bara, nei, það líklega má ekki Hilmar, hvað meinaru? Þetta bara ég sjálfur í mínu eigin fyrirtæki, mínu eigin tólur segir við megið ekki, veist stúpid mig að vera að spyrja því en stundum maður bara hreinlega að sjá hvað þetta mikið rugl, sko og allt þetta gert náttúrulega til að vera persónuvernd og eitthvað að passa okkur fyrir hinn og þessu. Það er góð hugmynd að baka þetta. Þetta er allt velmeint og þeim gengur ekki til en afleiðingarnar eru bara mjög ófyrirséðar og þetta veldur það sem kallaði regulatory capture þar sem að stóru fyrirtækin sem þeir eru að setja þessi lög þeim til höfuðs. Þau fyrirtæki hafa fleiri lögfræðinga en Evrópusambandið. Þau hafa efna á þessu. Ekkert mál fyrir þau, útfæra þetta allt. Svo eru öll litlu fyrirtækin sem er ekki með neitt lögfræðing. Það bugast. Já, þú bara... Ekki breyk. Já, og ég meina, nú erum við að vinna með Google. Það er mjög áhugavert að sjá þetta, sko, í gegnum þeirra upplifun, sko. Menna, ESB er að sagt að þá vilja vekk, sko. Já, alveg. Ég meina, það er ekki einfalt að fara eftir öllum þessum reglum. Veist, þetta er bara rosa mikið. Og, ég hugsa að þú gætir örugglega ekki fundið eitt fyrirtæki í Íslandi sem er ekki að brjóta eitthvað GDPR, sko, bara ómeðvitað. Þetta er bara rosalega yfirgripsmikil löggjöf sem er vel meinandi en hefur bara rosa mikið af ófyrirséðum afleiðingum. Að því hún er svo, þetta fólk hefur svo mikið álit á því hvað það skilur heiminn vel. Já. En svo augljóslega skilur það ekki neitt. En svo má sjá hérna í gervigreindarlöggjöfinni þeirra. Þeir þurftu nú að koma hérna með Omnibus að því að sko ASML og Mistral voru alveg bara á háa síðanu. Þeir búinu að drepa ykkur með þessu, veist. Drepa sig. Já, ASML þeir tekkuðu sér bara út, þeir séu bara við ætlum ekki að vera með í gervigreindarlöfnu. Já, en þeir þurftu að gera þarna Omnibus sem var patsið á gervigreindarlöggjöfina sem notabene er skrifuð að mestu leyti áður en ChatGPT kemur út bara til að setja hlutin í samhengi hvað fólk vissi eitt eða neitt sko. Og Minstral og sem er nú eiginlega næstu því búið en ASML sem er nú bara, veist, mögulega bara flottasta fyrirtæki í heiminum hollenska fyrirtæki, ASML, sem gerir þarna ultraviolet lithografi sem eru bara bak við allt í öllu, sko, lætur sandin hugsa, maður notið þá sannlíkingu, þeir alveg, og hann var nú forstjórinn að enn eitt uppleipið að byggja þetta bjórkættalið að róa sig. Og það er verðmætasta fyrirtæki í Evrópu, það er á topp 20 listanum, yfir 100 stærstu fyrirtækin, og Evrópa var með 20% af fyrirtækjunum í topp 100. Nú eru það komin niður í 7%. Hæsta evrópska fyrirtækið er ASML í sæti 20. Já. Og það eru bara endalausar svona niðurstöður sem benda bara til þess að þessi regluverkur sem þau eru búin að búa til er bara ekki til fyrirtækjaútgerðar. Hann bara er það ekki. Fyrirtækin fara, þau eru að hnigna og það þarf bara eitthvað risastórun uppskurð sem að þau reyndar er ekki eitthvað afneita, þetta er dragiskísla. Nei, ekki neða þetta, já. Sko, ég var að skoða það eitthvað, hann reyndar ekki gegnum gerfugreindarmódel, þannig að fact-checkið þetta. Sko, ég held að þessi búið að
að setja eitthvað ferli í gang fyrir 15% af atriðanum í dragskíslunni sem næstu því orðið 30 ára gömul, sko. Og ég held að þeir bara muna ekkert ná að laga þetta. Og nú erum við búin að ná alveg óheyrilega góðum árangri á hinum kantinum, tækni- og hugverkageirin, orðin stærri en sjávarútvegur, sem hefur vaxið mikið og bara samanber keresis og líka bara almennt hækkun á prótein í heiminum. 2030 er þetta orðið stærsta útflutningsstöð Íslands, getur borið upp ansi mikið af hagkerfinu, þarna eru breiðupökin sem geta borið þetta uppi, það er atvinnulífið sem er þarna og ég held að það sé bara ekki áhættunar verði að veðja á það að Evrópusambandið getur undið ofan af allir þessu rugli. Ég held að það sé bara miklu líklega að það bara haldi áfram eins og það hafi gert og framleiði bara, ég veit ekki, mörg 100.000 blaðsíður af einhverjum reglum sem að þarf að fara eftir og ég bara gera henni einhvern tölvuleik fyrir fullorðið fólk. Það á ekki að vera svona flókið. Mér langar að skjóta inn í þarna að því að Mér líka. Já, ég veit það. Að því að þú ert bara með svona stór batteri, stórt batteri í Evrópusambandið er ennþá stærra batteri. Þetta er einhvers konar flugmóðskip og að breyta DNA-inu, við horfum að Bretland, hvað það kann og hvað það búið að vera að gera. Það er einmitt það að treysta á eitthvað sem er búið að vera að gera hlutina ákveðin hátt í langan tíma, geti umturnaði og breytt starfsemni í eitthvað annað. Það er að minnsta kosti, þú þarft að vera ansi jákvæður, ef að segja það, eða bjartsýnn. Já. Fröken Reykjavík, fallegu staði við fyrstu sín, en betri við fyrsta sopa. Já. Fáaður, bragðmikill og... Já, hann er alveg meðvitaður megið ágæti og má vera það. Já, hver þá? Kokteillin á Fröken Reykjavík sem ætlar að smaka? Nei, ég var nú að hugsa veitingastæðin, sko, en ætli kokteillin sé eitthvað síðri? Já, hann er rosalegur, sko. Og ég hveti ykkur bara til að spyrja þjónana hvað mælið með eitthvað nýttan álega annað og verið með open mind. Já, gangið þarna inn með opnum huga, en Fröken Reykjavík eru auðvitað með flanksteikina, þeir eru með... Wagyu-beefið. Þeir eru með Kostar? Já, það kostar, en það eru gæði og fleira. Gæði kostar. Þeir eru með eftirrétti, sko, þessi jarðabæri eftirrétti, nú ætla ég ekki að þykjast kunna að fara með nafnið á honum, en það er þvæla. Þú með, sko, fersk jarðabæri í grunninn, þú með einhverja jarðabæri skel og svo með einhverja jarðabæri mús og til þess að bæta, kirsubærinu ón á jarðabæri eftirréttin, þá er einhver svona eitthvað svona ís, nei, svona, hvað heitir þetta? Já, þetta er geðvægt. Svona sem að kemur reykur upp úr og kallt, mjög gott. Lengjan, ef þú vilt setja spennu í bestu deildina þá tippar á lengjun og kíkir í lengju appið. Ef þú vilt setja spennu í lengju deildina þá kíkir í lengju appið og nú fer Karvan bráðum að byrja með haustinu. Og ef þú vilt setja spennu í hana á enski boltinn þá setur spennu í leikina á lengju appinu. 12.000 kall max ábyrgur, takk. David Jones, vinnur okkar, þeir eru nú auðvitað búin að vera hjá okkur lengi, Birkir. Mörg ár, takk fyrir það. Kærar þakkir og það er gaman að fylgjast með þeim þróast. Þeir eru auðvitað, byrjuðu með ákveði vöruúrval og hafa auðvitað verið með lakkrísinn frá upphafi, síðan hafa þeir fært út kvíarnar og gefið út jólastafi og jordgubb og lakkrits og eru auðvitað núna. Það var hlegið að Þorvaldi þegar hann ætlaði að byrja með þetta, sko. Einmitt í sumar með sour strawberry og licorice, takmarkaðan tíma, supersúr og auðvitað komnir fyrir utan hnetustykkin sem þeir eru með, þá eru þeir með passion fruit, mango chili twist og mango slices. Þurrka mango og ostaraldin, þannig að maður sé fyrir sem einhverja að sagt, heldur að fólk muni hægt að borða nammið og fá sér döðlur? Hann sagði, hold my beer. Já, ertu til að halda þess á kaldanum minn? Frumherri, glæný þjónusta hjá Frumherja, bókaðu tíma í þá skoðunastöð sem að þið listir í sem að þið listir í, nákvæmlega. Það er hægt að bóka í núna appinu en á núna.is, það eru Frumherjamenn. Sko, ég ætlaði bara að spyrja, þú veist, að því að Hilmar að augljóslega tala um reglufarkanir sem Evrópusambandið sem eins og Dragiskíslan kemur bara inn á er allt og mikið. En við erum hvort þið að innleiða þetta og rúmlega það með þess að gullúa þetta. Sveinn Sölvason hjá okkur í síðustu viku, fórstjóri Össur Embla Medical, það sem hann talaði bara um að það væri erfitt að vera nýsköpunarfyrirtæki í Íslandi með íslenska krónu og talaði um hvað hann var fegin að vera að fara til Danmerkur með evru og vera í því tollamandalagi og vera í Danmerku. Sko, er ekki allavega þess verið að kíkja í pakkan? Sko, aftur með toxic samband mitt við íslensk krónuna, sko. Maður verður aðeins bara að horfa á aðeins að taka tilfinningarnar til hliðar. Sko, gengi íslensku krónunar hefur verið mjög stabílt síðust 10 ár. Og mjög sterkt. Já, og mögulega ofsterkt, en allavega stabílt, sem er aðal vesenið. Ef maður þarf að endalaust að vera giska á hvað gengi verður og samanber 2005 söguna, það sem að beita okkur á styrkingaferli og svo náttúrulega í hruninu ykkur leiti grættu við á vikingaferli og eitthvað svona
það hefur enginn gaman að því að vera giska á gengi íslensku krónunar en hún hefur verið stabil síðustu 10 ár. Það var náttúrulega gert með því að koma Íslandi í jákvæða stöðu þegar kemur að erlendu gjaldeyri. Við erum ein af örfjáum þjóðum í heiminum sem á meira af erlendu gjaldeyri en við skuldum. Og það eru bara örfálönd sem eru þar, líklega við Noregur og eitthvað, Sviss. Veist, þetta er ekki mikið það sem fólk hefur náð þessu svona. Það hefur gefið okkur sko svona stabilitet til að standa á mig gengi krónunar. Auðvitað er ekki búið að laga vexti og verðbólgu og það er alveg bara átaksverkefni að gera það. Já, og kannski sér þáttur. Já, og sko, ég var að lesa hana grein eftir Jón Danielsson hagfræðing sem að, ég veit ekki hvort hann býr hann þá í London, en ég hef þannig ekki hitt hann í London, en hann var hann í London School of Economics og hann var að gera ykkur áætlun á því hvenær Ísland gæti tekið upp evru ef við myndum sækjum í Evrópusambandið 27, það var samkvæmt stjórnarsáttmálunum að hann var að gera þetta í fyrra og hún reiknaðist til að það væri 2042 þar sem að við gætum verið komin með evru á Íslandi og ég fór og setti minn bestu gerðarkenndarmódel í málið að fact-checka þetta hjá honum og og þau voru með víðari ramma, þau voru sammála, það veri eiginlega ómögulegt að gera það fyrir 2039 en mögulega alveg til 2055 það gaf þannig ramma og svo fyrir ég hans að brjóta þetta niður með því að nota index mannlegra þekkingar og þá sko það sem að mér veist undarlega lítil umræðu þetta er allir að veifa þessu tökum upp evru, ok raunhæft er 2042 það getur tekt sig alveg upp í 2025 og veist, þá eru við sko að kaupa okkur hótelherbyggja á tunglinu sko, veist, Elon Musk er bara á því, bara lesið IPO-gögnin hans og þarna sko, ákveðið svona vesen inn í þessu að það er alltaf verið að tala um ERM2 og náttúrulega nú allir orðnir sérfræðingar í þessu, líka ég maður, Þú þar með tal Já, og ERM2 er alltaf verið að tala um stuðning við íslensku krónuna eitthvað svoleiðis. ERM2 er fyrst og fremst aðferð til að vita hvað er rétt skiptigengi. Það snýst það. Veist, það er til að ná stabilitet á vestum af verðbólgu til þess að gengi gjaldmiðilsins stabilist á móti evrunni til að vita hvernig á skiptin á milli. Þess vegna þarf það að vera í stöðuleikamörkunum þar sem að vextir hjá þér með ekki vera meira en eitthvað 3 lægstu eða hvernig það er nákvæmlega til að standast ERM2 markmiðin sem er náttúrulega mjög lág og má færa rök fyrir að Ísland hafa aldrei tekist við. Kannski þjóðasáttinni 90 eða eitthvað eitthvað svona, en sko stuðningurinn er fyrst og fremst að lækka gengi krónunar niður í það verð þar sem Evrópusambandið er til í að skipta krónum í evrum. Og þegar við erum komin í sko, veist, atkvæðagreiðslu, samningadæmi og það þarf að takast önnur ríkisstjórn eða ekki, önnur þjóðaratkvæðagreiðsla, stjórnarskrárbreytingar, nýjar þing, veist, bara að keyra þetta upp, sækjum í ERM2, það að fara í gegnum allt ferlið, veist, þú er bara komin alveg hingað, svo eru bara rétt byrjuð og veist, tók Króatíu 10 ára að gera þetta og þeir voru eiginlega pekkaðir á evruna til að byrja með, þannig að gengið var ekki vældlíf of. Við erum held ég fyrsta myntkerfi sem fer fljótandi inn í ERM2 og þá þurfum við að ná stabilitetinu, þessi líklega mun bara rísolta í því þá þarf að gengi muni síga niður og þá kemur sko verðbólgan tilbaka, að við þurfum að kaupa allt frá útlöndum og þá hækkar verðið innanland, þá fer verðbólgan upp, gengi niður, verðbólgan upp, gengi niður, þetta verður svona seesaw kerfi sko, sem ein útgáfa af þessu endar í 2055. Og ég bara, ok, wow, ef ekki bara gangi málið og bara laga þetta núna. Þannig ég held að þetta sé bara, þetta er svona athyglisbrestur sem verður til að kíkja í pakkan og það gerðist alveg í síðasta umsagnaferli frá 2009 til eitthvað 2013 þegar Össur stoppar þetta fyrir einhverja þingkostningar. Ég meina það gerðist ekkit rosa mikið á Íslandi annað en það að rífast hvað væri í pakkanum. Og það mun ekkit breytast núna
og þetta verður ekki eitthvað svona skýrt eins og fólk heldur. Það mun ekki standa hvað vextum eru að lekka mikið, sko. Nei, menn að sjálfsögðu ekki standa þar og það getur alveg tekið til... Þetta fólk haldi það stundum, sko? Já, það er ekki í pakkanum. Nei. Í pakkanum er RM2, lækka gengi íslensku krónar í svona CISO feedback kerfi. Og svo sjávarútvegurlambunaður og þetta? Já, og svo sjávarútvegurlambunaður. Ég ætla nú ekki að, þykist það eitthvað voðalegu sérfræðingur í því. Kannski er þetta að gera ykkur samninga þar. Veist, aftur. Við vitum það ekki. Hugverka innarinn, við erum gunning for it, sko. Við getum alveg kompensert þetta fyrir margt. En þetta rugl, sko, og athyglisbresturinn sem þetta mun vera að fara yfir allt það. Ég bara met það svo að mitt toxic samband við krónuna er bara á þeim stað, við erum búin að fyrirgefa eitthvað af þessu. Ég ætla að vera áfram saman í dag. Já, þetta er batnandi krónu er best að lifa og ég verð bara að horfast í augum við það að þetta hefur bara gengið að ykkur leiti. Ég meina það þarf að taka vægst á verðbólgu og ég held að allir sé búin að útskýra hvað þarf að gerast þar. Þetta er drifið áfram á húsnæðisliðnum, þetta er höfrangakaupið og ríkissjóður algjörlega og bara framleiði í hagkerfinu og svo er allir að tala um hagvöxt per íbúa en ekki hagvöxt per unna stund sem er miklu betra, sérstaklega um stytta vinnuvikuna og almenn óvirkni á vinnumarkaði þannig að við erum að taka þetta allt inn og það er engin enga þjálfari fyrir Evrópusambandinu að fara að gera þetta fyrir okkur. Nei, við þurfum að lyfta þessum lóðum alveg sjálf. Mjög gott. Sigurður Ágústsson segir engin littarspurning frá mér, bara takk fyrir að nenn að standa í frumkvöðla starfsemi á Íslandi. Sko, eitt með það. Þetta er skemmtileg spurning. Takk fyrir að gera það. Að því ég er augljóslega í einhvers konar trómasambandi við að gera það, en hér er ég að gera það, sko. Og búin að skipta skoðun á þessu Evrópusambandsbyggsi. En það er eitt síðan lært að ég búið svona lengi í London, ég er búin að búið í London í 10 ár. Nú fyrir maður að skilja hverju all ættjarðarljóðin og sjálfstæðisbaritanum var keyrt frá Kaupmannahöfn. Það er eitthvað við það að búa fyrir utan Ísland og horfa á það frá því sjónarhorni, sko. Ég held að ást mín á því að vera Íslendingur og við bara vaxið ansið hressilega að vera Íslendingur í London frekar en að vera Íslendingur á Íslandi, sko. Þá fær maður eitthvað svona samengil hlutana sem að, ég er náttúrulega búin að vera að ferðast alla jarðir og gera business út allt. Það er eins og öðruvísi bara að lifa í landinu, sko. Já, það ekki það? Jú, það er bara frekar einstakt að vera Íslendingur. Sammála. Og við erum ekki best í heima eitthvað svoleiðis, við erum bara eins og við erum. En við erum eitthvað dýrategund sem eru eitthvað einakrast á þessari eyju og ég held að við ættum nú bara að vera svolítið ánægð með það. Sammála því. Við eigum í raun að veru Lúkas Leó segir hérna hvor leikurinn er betri, Prime FIFA eða Prime Fortnite, einn svona og léttunóttunum í lókin. Já, ég hef hvora leikinn spilað þannig að ég ætla ekki að dæma það. Nei. Ekki minn tebóli. Örstuð, er til dæmis að þau eru að tala um töluleiki hérna í allan dag og allt kvöld. FIFA, eru þeir að ná þessu retention rate sem við erum að tala um sem að EVE Online er búin að ná, til dæmis? Sko, það er náttúrulega margar útgáfur af þessum fótboltaleikjum og nú náttúrulega er það vel þekkt að Electronic Arts sem er náttúrulega búin að breyta í FC og kann að skilja leiðir við FIFA. Sko, ég þekki aðeins til með FIFA Ultimate Team og veit að það er mikið retention og mikið monetization þar. Þannig að veist að þú tekur eitthvað eins og Football Manager þar held ég að þú sért með svipaðan profile og EVE að því það er svona simulator meira og mikil svona flækja og fjárfesting í að læra flækjur og komplexity það oft veldur retention það veldur sko journey í upphafi en það býr oftur til langtíma retention þannig að ég myndi giska á að Football Manager væri meira eins og EVE og ég veit að Ultimate Team gerir mjög gott mót þegar kemur að því að hvað fólk er spennt að eyða peningum í það. Þannig að ég held að allir þessir fótboltaleikir sko, þeir eru að koma með mismunandi hluta á borðinu. En þá er að loka spurningin í kvöld Hilmar, eitt ráð til ungs fólk sem dreymir að hanna tölvuleik. Já, sko, ég myndi nú bara mæla með að fólk gerir eins og þú, hvort það er inn í bílskúr eða inn í svefnherbyggi, gerir bara nokkra leiki. Það er orðið mjög aðgengilegt núna og sko, það er ekki svo erfitt að gera eitthvað leik
en það rosalega erfitt að gera góðan leik og það það sem að held ég pressan verði ennþá meira á að það sem skilur á milli hafra og sauða í þessari útgerð mun vera ansi beittur hnífur og við sko þurfum að herða okkur á hverjum einasta degi bara að vera betri í því og við erum þó búin að gera þetta í 30 ár. Þannig að það bara, þú byrjar á því að gera vondaleiki og svo bara skána þér yfir tíma og það rosa gott að spila sína eigin leiki og spila líka aðra leiki og svo á maður að reyna, ég kalla þetta svona hlusta á líkamann hjá sér. Af hverju finnst þér þetta gaman og ekki þetta gaman? Og þá fara svona tauga þræðir að vaksa inni þér í sko, veist, þú svona oft ef maður að spila eitthvað sem skemmtilegt þá það svona einhver staðar í maganum og þú ferð að greina svona nóturnar, maður líka þessu við tónlist svona greina nóturnar, já ok, þetta skemmtilegt að því að hérna kemur þetta saman og það verður til svona tungumál annarkvort til að tala við sjálfa þig hvernig þessi leikur ekki góður og hitt og þá kannski gerfugrindina eða vera með teimi þannig að ef eitthvað langar að gera tölvuleik þá ekki eftir neina bíða, byrjaði bara að gera nokkra vonda og þróa þessu með þér einhvern veginn svona bragðlaukana yfir það af hverju þessi leikur góður og þessi leikur vondur eins og voru kannski að gera þú veist að lýsa einhverjum öngstrætum þá sem voru augljóslega bara komin út í skurð og þarna lærdómurinn sko, átt að segja á því að nú erum við að fara út í skurð við getum bara sleppt þessu og fara aftur hérna inn þannig að hérna bara byrja bara skipa klót fyrir verkum eða veist Kotex eða Anti-Gravity bara you're a tool of choice, þetta virkar allt Hilmar Veigar Pétursson, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna Takk fyrir